Sælustu. Velkomin. En maður sem situr upp á borðinu verður sem situr tveir þarna, hefur þú Nei. hann er mjög góð. Veistu, passaðu bara á að fleiri spurningar. Já, ok. Já, ok, flott. Í Uxkali. Þessi sem í vestunum. Vestunum. Já, ok. Einmitt. Ok, við bara... Já, ekkert mál.
Sælustu, velkomin. Jæja, góða daginn öllsumul. Góða daginn öllsumul. Ég ætla að biðja ykkur að fá okkur sæti og við skulum fara að hefja leika. Ég er þegar búinn að missa stjórnin á þessu. Við erum að byrja seint. En mér skilst víst að það sé umferð hérna úti og af hverju komið ekki bara hjólandi? Það var engin umferð þar í morgun. En allavega verið hjartanlega velkomin ráðherrar og aðrir gestir á Grand Hotel á þetta mikilvæga og mjög svo áhugaverða málþing aðlögun á loftslagsbreytingum sem ber yfirskriftina Hefjum samtalið. Sævar Helgi Bragason heiti ég og ætla að vera fundastjórinn ykkar í dag og ég ætla að reyna að gera mitt besta til þess að gæta þess að þau sem að fá að halda erindi voru svo heppin haldi sig innan tímamarkana. Þannig að ég ætla að vera harður húsbóndi þar. Það er lítið rætt svo sem hingað til hvernig við ætlum að aðlagast þeim breytingum sem hafa þegar orðið í heiminum og munu verða. Þannig að gaman að hefja samtali hér í dag, en loftslagsmálin eru langklöpp eins og við vitum og við erum bara rétt að byrja að leggja af stað og við ítryggum það að viðburðurinn í dag fjallar aðlögun en ekki endilega mótvægisaðgerðir. Í öllu eru þetta falin fullt af spennandi tækifærum og þetta eru þetta frábært tækifæri til að gera samfélagið okkar ennþá betra og það er bara allt í góðu þótt við séum ekki ennþá byrjuð. En við þurfum að byrja sem allra fyrst og einhvers staðar verðum við að byrja. Gerum örugglega fullt af mistökum á leiðinni sem eru auðvitað bara í góðu lagi því að mistökin eru auðvitað til þess að læra af. Við erum þegar farin að sjá áhrif sem 1 gráðu meðalhlýnun í heiminum hefur á heiminn sem flóð í Pakistan, þurrkar í Evrópu, Kína og víðar af því einhvers staðar verður vatnið að fara þegar það er svona miklu þurrkar eins og í Evrópu, Norður-Ameríku og Kína. Allt hefur þetta áhrif á fæðuöryggi, flutninga, verð á varningi og áhrifin eru auðvitað miklu víðtækari heldur en kannski við gerum okkur grein fyrir. Og borgir og þéttbýli leika algjört lykilhlutverk í baráttunni við loftslagskrísuna og aðlögun á loftslagsbreytingum. Því að tölur benda til þess að það bil kannski 75% af allir losun heimsins tengist svona þessu daglega amstri sem að við fáumst við sem búum í borgum og þéttbýlum í heiminum. Og þar komu þetta áhrifin mjög vel fram sem aukið álag á innviði. En það er til mikils að vinna og fyrstur á mælendaskrá í dag er umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Við skulum bara gefa honum gott klapp, gjörðu svo vel. Fundarstjóri og ágæta samkoma. Við erum hér samankomin í dag til að tala loftslagsaðgerðir en þó ekki þær aðgerðir sem við erum vön að tala Það er nefnilega hægt að tala loftslagsmál án þess að tala losun gróðurhúsalofttegunda. Þó að aðgerðir til samdráttar og kolefnisbindingar séu á endanum númer 1, 2 og 3 þá miðar fundur dagsins að því að skilja hvernig við lögum okkar að heimi ólíkum þeim sem við nú þekkjum. Ég elska þig stormur, orti Hannes Hafstein. Og þó við séum kannski fæst í fljótu bragði sammála, þá dregur stormurinn oft fram eiginleika sem efla okkur og styrkja. Það þarf kraft og hugmyndaauðgi til að standa sér vondveður. Það þarf jákvæðni og útsjónarsemi til að lifa í loftslagi sem að breytast, umhverfi sem býður upp á alls kyns útgáfur af veðri, ákafaðri úrkomu, þurrka eða óveður. Ég elska þig stormur, orti Hannes og hélt áfram og sagði: Og þegar þú sigrandi foldina fer, þá finn ég að þrótturinn eflist í mér. Þennan þrótt verðum við að finna og efla saman á næstu árum. Sérfræðingar tala viðnámsþrótt gagnvart loftslagsbreytingum. Aðrir tala aukið loftslagsþol. En aðrir tala mikilvægi þanþols og seiglu innviða. Við munum heyra þessi orð í dag og aðlögunarhugtök sem þessi verða áberandi í umræðunni á næstu árum.
Stefna stjórnvalda aðlögun að loftslagsbreytingum sem gefin var út í fyrra skiptist í 15 flokka. Allt frá náttúruvá og skipulagsmálum, sjávarútvegs, lýðheilsu og vátrygginga. 15 flokka. Og mér sagt að stefna sé ekki tæmandi fyrir alla þá vettvanga þar sem við þurfum að innleiða nýja hugsun aðlögunar að loftslagsbreytingum. Rétt eins og að samdráttur í losun verkefni okkar allra, þá verðum við öll að læra á næstu árum áhrif loftslagsbreytinga þegar við byggjum húsin okkar, skipuleggjum byggðir, hugum að líffræðilegri fjölbreytni og tökum ákvarðanir innan fyrirtækjanna okkar sem móta framtíð atvinnuvega og þjóðarhag. Við verðum að haga seglum eftir vindi, en það talsverð óvissa hvaðan vindurinn mun blása. Þess vegna stóra aðlögunarverkefnið framundan að byggja upp þekkingu okkar á sviðsmyndum, loftslagsbreytinga á Íslandi og skilning á því hvað þær þýða fyrir mismunandi landshluta, atvinnugreinar og hópa fólks, börn, aldraða og fólk sem vinnur undir berum himni, svo einhverjir séu nefndir. En við erum ekki á byrjunarreit. Við búum að umtalsverðri þekkingu og reynslu þegar kemur að því að vakta náttúruna og bregðast við þegar vá ber að garði. Frá árinu 2000 hafa stjórnvöld gefið út 3 vísindaskýrslur loftslagsbreytingar og myndin verður skýrari með hverri þeirra. Nú vísindanefnd enn og aftur að störfum undir forystu Veðurstofu Íslands með okkar helstu sérfræðingum úr háskólasamfélaginu og rannsóknarstofnunum. Við fáum nýja skýrslu áhrif loftslagsbreytinga á Íslandi á næstu ári. Samhliða því höldum við áfram að byggja upp nýja skrifstofu, loftslagsþjónustu og aðlögunar á Veðurstofu Íslands. Það lykilatriði að ríki, sveitarfélög, fyrirtæki og almenningur hafi aðgang að bestu mögulegum upplýsingum áhrif loftslagsbreytinga. Jafnframt ég að skipa í fyrsta skipti stjórn yfir samráðsvettvang þekkingarsköpun áhrif loftslagsbreytinga. Sá samráðsvettvangur verður starfræktur á nýju skrifstofunni og ég vænti þess að hann gefi okkur yfirsýn yfir þá þekkingu sem við höfum. En ekki síður hvað þekkingu okkur vantar svo við getum unnið markvisst á því að efla rannsóknir á áhrifum og afleiðingum loftslagsbreytinga á Íslandi. Allt þetta nauðsynlegur grunnur fyrir þau stjórntæki sem kveðið á í lögum og sem ríkisstjórnin hefur sett sér í að móta í fyrsta skipti á þessu kjörtímabili. Fyrstu landsáætlunina aðlögun að loftslagsbreytingum. Áætlun sem ætlað að búa Íslandi ramma utan þá mikilvægu vinnu sem þarf að fara fram í öllu samfélaginu, meðal almennings, stofnana, fyrirtækja og sveitarfélaga. Í dag ætlum við að ræða sérstaklega hlutverk sveitarfélaga þegar kemur á aðlögun að loftslagsbreytingum. Þegar öllu á botninn hvolft, þá hefur samfélagið okkar, almenningur, fyrirtæki og stofnanir aðsetur í sveitarfélögum. Landshlutarnir, sveitarfélögin og nærumhverfið grunnstærðir sem við verðum að vinna út frá þegar við metum áhrif loftslagsbreytinga á fólk, innviði og framleiðslu. Ég hlakka mikið til fundarins og sérstaklega til að heyra frá sveitarfélögum þeirra reynslu. Þá fagna ég því að við séum hér 2 ráðherrar á mælendaskrá. Það segir mikið mikilvægi þessa málefnis. Ég fæ þann heiður að opna fundinn og trúi því að innviðaráðherra leiði okkur inn í síðasta lið fundarins þar sem fulltrúar sveitarfélaga koma saman í pallborðsumræðunum. Þessi mikli áhugi og breiða eignarhald birtist líka í þeim fjölbreytta hópi aðila sem stendur á fundinum. Auk ráðuneytanna 2 vil ég sérstaklega þakka skipuleggjendum fundarins, Veðurstofu Íslands, Byggðastofnun, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborg. Síðast en ekki síst, þá vil ég þakka ykkur öllum sem hér í dag. Aðlögun að loftslagsbreytingum kemur okkur öllum við og það á svo sannarlega við stjórnkerfið og stefnumótun hins opinbera. Sérstaklega núna þegar við vinnum að því að skapa ramman utan þessa vinnu. Gangi ykkur og okkur vel að aðlaga Ísland að breyttum heimi.
Kærar þakkir. Áður en við heyrum fyrsta erindi dagsins, þá ætlum við að sjá kynningarmyndband nýtt aðlögun að loftslagsbreytingum. Gjörið svo vel. Áhrifa loftslagsbreytinga þegar farið að gæta á Íslandi. Breytingar í veðráttu, hitastigi, gróðurfari, fánu og flóru hafa gert vart við sig allt land. Breytingarnar hafa flókin áhrif, bæði jákvæð og neikvæð, sem geta haft keðjuverkandi afleiðingar fyrir umhverfi okkar og öryggi, lífríkið, samfélög og efnahag. Meðal alvarlegra áhrifa og afleiðinga eru ákafari úrkoma, þurrkar og gróðureldar, tíðari skriðuföll og flóð, súrnun og hlýnun sjávar, hækkun sjávarstöðu, bráðnun jökla. Einnig geta breytingar utan Íslands haft áhrif á efnahag, fæðuöryggi, birgðakeðjur, ferðalög og fólksflutninga hingað til lands. Til þess að geta varist neikvæðum afleiðingum þessara breytinga og gripið þau tækifæri sem gefast, þá er mikilvægt að skilja bæði eðli þeirra og umfang. Við þurfum að búa okkur undir möguleg áhrif á umhverfið, okkur sjálf og samfélögin sem við tilheyrum. Aðlögun snýr að því að búa samfélög undir að takast á við afleiðingar loftslagsbreytinga. Vísindanefndir vinna skýrslur áhrif loftslagsbreytinga á Íslandi og á þeim þarf að byggja við mat á áhættu og mótun aðlögunaraðgerða. Íslensk stjórnvöld hafa sett sér stefnu vegna aðlögunar að loftslagsbreytingum. Þar eru sett fram markmið fyrir uppbyggingu þekkingar og mótun aðlögunaraðgerða í tengslum við náttúruvá, skipulag og innviði, atvinnulíf og vátryggingar, lýðheilsu og félagslega innviði. Framtíðarsýn stjórnvalda að íslenskt samfélag og lífríki búi að loftslagsþoli og að aðlögun að loftslagsbreytingum sé fastur þáttur í áætlunum og starfsemi ríkis, sveitarfélaga og fyrirtækja. Skrifstofa loftslagsþjónustu og aðlögunar starfrækt á Veðurstofu Íslands. Hún vettvangur fyrir fræðasamfélag, sveitarfélög, fyrirtæki, stofnanir og almenning til að sækja sér þekkingu á áhrifum loftslagsbreytinga á Íslandi. Við þurfum nefnilega öll að skilja betur hvaða þýðingu loftslagsbreytingar hafa og hjálpast við að byggja upp samfélag og lífríki sem setur aðlögunaraðgerðir í forsæti. Aðlögun að loftslagsbreytingum snertir okkur öll. Takk hérlega fyrir þetta, umhverfisráðuneyti og Veðurstofa. Fyrstur á mælendaskrá í dag Karl Björnsson, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga. Gefum honum bara gott klapp, gjörðu svo vel, Karl. Fundarstjóri, ráðherra, ágæta fundafólk. Það samtal sem við ætlum að eiga hér í dag ákaflega mikilvægt eins og okkur öllum ljóst. Ég hlakka til að taka þátt í fundinum og ræða hlutverk sveitarfélaga þegar kemur að því að mæta áhrifum loftslagsbreytinga. Aðlögun að þeim breytingum snýr að því að búa samfélög undir að takast á við afleiðingar þeirra og tekur einnig til aðgerða sem stuðla vörnum gagnvart þeim. Við þurfum ekki að vera sérfræðingar í loftslagsmálum til að gera okkur grein fyrir því að þetta málefni sem við þurfum að taka með í reikninginn við ákvörðunartöku sveitarfélaga til skemmri og lengri tíma. Ég held að margir sveitarstjórnarmenn standi frammi fyrir mörgum spurningum svo sem hvar eigum við að byrja, hvað getum við gert? Verkefnið nefnilega afar stórt og óneitanlega flókið í annríki dagsins að koma því markvisst á dagskrá. Einhver svör kunna koma fram í dag og önnur síðar. Við hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga höfum leitast við að aðstoða sveitarfélögin við að svara þessum spurningum að einhverju leyti en eflaust má deila hvernig til hefur tekist. Við höfum hingað til beint sjónum okkar að meira að því að draga úr losun en aðlögun að loftslagsbreytingum sem hafa orðið og munu verða. Sem dæmi þetta þá létum við vinna verkfærakistu sveitarfélaga í loftslagsmálum með stuðningi frá umhverfis-, orku- og loftslagsmálaráðuneyti. Verkfærakistan var sett í loft í september 2021 og aðgengileg á öllum sveitarfélögum. Í verkfærakistunni meðal annars reiknivél sem ætlað að auðvelda sveitarfélögum að reikna losun frá eigin rekstri.
Verkefnið unnið undir merkjum samstarfsvettvangs sveitarfélaga um loftslagsmál og heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbærni, sem stofnað var árið 2019 með þátttöku 40 sveitarfélaga. Verkfærakistan fékk ágæta viðtökur í upphafi og hlaut nokkra útbreiðslu hjá sveitarfélögum. Það verður á hinn bóginn segjast eins og að heimsfaraldurinn sem við höfum glímt við undanfarin misseri hefur dregið úr kraftinum í þessu samstarfi. Frekari skref hafa ekki verið stigin undanfarið til að þróa samstarf þeirra. Margvísleg verkefni hafa samt sem áður verið í gangi á þessum tíma sem lúta sveitarfélögum og loftslagsmálum. Sum þeirra snerta aðlögun á loftslagsbreytingum og ég nefndi til dæmis vinnu við endurskoðun landsskipulagsstefnu og breyttar áherslur hjá ofanflóðasjóði. Tilefni til þess að yfirfara þarfir sveitarfélaga og mögulega þarf að endurskoða verkfærakistuna út frá nýjum upplýsingum helstu áskoranir þeirra. Við þurfum að koma á reglulegri fræðslu til þessa hóps loftslagsmálin, auka þekkingu og virkja og hvetja sveitarfélögin til dáða. Við verðum einnig að vera meðvituð að það mikil endurnýjun í hópi sveitarstjórnarfólks og æðstu stjórnenda sveitarfélaga víða land. Undanfarin 4 kjörtímabil hefur endurnýjun kjörinna fulltrúa á sveitarstjórnarstiginu verið 50–55%. Mikilvægt að kortleggja betur áhrif loftslagsbreytinga á náttúruþætti og samfélög. Meðal annars má gera ráð fyrir aukinni skriðuhættu þegar jöklar hopa og þegar þiðnandi sífrera í efstu hlíðum að ræða. Nokkrar skriður hafa fallið úr slíkum sífrerasvæðum á undanförnum árum. Þá talið að langvarandi þurrkar á Suðvesturlandi og raunar víðar á landinu. Slökkviliðin lögðu sig fram að koma böndum á þessa elda, en frá þeim kom einnig skýrt ákall að það þurfa að efla landhelgisgæsluna svo þyrlur hennar geti komið að slökkvistarfi. Það vantar skjólur. Undir þetta tekur Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem fer með stjórnsýslu brunamála. Samt sem áður, þegar meira en ári er liðið frá þessum atburðum, bólar ekkert á úrbótum, þótt ekki sem háar fjárhæðir að ræða í stóra samhenginu. Hér verðum við einfaldlega að gera miklu betur. Við þurfum líka að taka afstöðu til greiningar á þörfum slökkviliða fyrir betri búnað til að eiga við gróðurelda og hvort skynsamlegt sé að keyptur verði færanlegur búnaður sem hægt var að flytja á milli landshluta eftir því sem þörf er á, svipað og gert með mengunarvarnabúnað. Þörf er á samtali milli ríkis og sveitarfélaga hvernig slík búnaðarkaup eru fjármögnuð. Við hjá sambandinu teljum að ríkið þurfa að axla ábyrgð ásamt sveitarfélögunum og horfum þá meðal annars til markmiða kolefnisbindingu með stór aukinni skógrækt sem óhjákvæmilega eykur þörf fyrir auknar varnir gegn gróðureldum. Sambandið hefur það lögbundna hlutverk að vera málsvari allra sveitarfélaga í samskiptum við ríkið og gæta hagsmuna þeirra í hvívetna. Öll mál, þjónusta og viðfangsefni sem sveitarfélögin sinna eru því til umfjöllunar í starfsemi sambandsins með einum eða öðrum hætti. Kappkostað er að þróa nána samvinnu við Alþingi, ríkisstjórn, ráðuneyti og þær stofnanir ríkisins sem fjalla um mál er varða sveitarfélögin, svo framgangur þeirra verði í samræmi við áherslu sveitarfélaga. Efling sveitarstjórnarstigsins, aukin gæði í þjónustu sveitarfélaga og traust og sanngjörn fjármögnun hennar er undirliggjandi markmið í öllu starfi sambandsins. Gildandi stefnumörkun sambandsins hverju sinni er því leiðarljós alls þess er sambandið fæst við. Hlutverk þess er skýrt í þeim samvætti sem sambandið gilda og með samhljómi í stefnumörkun sambandsins skapast frjór og sterkur grunnur fyrir sambandi að sækja fram til hagsbóta fyrir öll sveitarfélög og þar með alla landsmenn. Á landsþingi sambandsins sem verður haldið 28. til 30. september næstkomandi fer fram mikil og ítarleg stefnumótunarvinna. Þingfulltrúar vinna með tillögur og hugmyndir sem mótaðar hafa verið í þéttu samráði við sveitarfélög undanfarna mánuði. Afurðin verður síðan stefnumörkun sambandsins fyrir árin 2022 til 2026. Í þeirri stefnumótun er að sjálfsögðu fjallað umhverfis- og loftslagsmál. Aðgerðir í loftslagsmálum og bætt úrgangsmeðhöndlun í anda hringrásarhagkerfisins verði í forgrunni í samskiptum ríkis og sveitarfélaga á næstu árum. Auka þarf þekkingu sveitarstjórna á helstu áskorunum og stjórntækjum sem stuðla geta að loftslagsvænum samfélögum með áherslu meðal annars á orkuskipti, markvissa landnotkun og aðlögun á loftslagsbreytingum. Tækifæri til að fjölga umsóknum frá sveitarfélögum styrki og lán til grænnar innviðauppbyggingar og ljóst er að mikil þörf er fyrir slíkra uppbyggingu svo sem í fráveitu og úrgangsmálum.
Vænta má markmiða að sambandið beiti sér fyrir því að sveitarfélögin verði leiðandi þátttakendur í umræðu og aðgerðum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, laga samfélagið þeim breytingum sem hafa orðið og munu verða vegna loftslagsbreytinga. Einnig sambandið beiti sér fyrir því í samstarfi við ríkið að sveitarfélögin fái aðstoð til að taka upp loftslagsstefnu, miðlægar upplýsingar losun gróðurhúsalofttegunda verði aðgengilegar eftir sveitarfélögum og landshlutum og þróuð tæki til að mæla árangur aðgerða. Síðan mun landsþingið eflaust fela sambandinu að beita sér fyrir því að ríkið styðji sérstaklega við orkuskipti í samgöngum. Ég vek hér einnig athygli á sóknaráætlunum sem unnar eru á heimamönnum í hverjum landshluta. Í þeim koma fram fjölmörg markmið og aðgerðir sem tengjast umhverfis- og loftslagsmálum. Þær eru í raun skýr birtingarmynd og sönnu þess að sveitarfélögin hafa virkilegan áhuga að standa sig vel á þessu sviði. Þess vegna hvet ég umhverfis-, orku- og loftslagsmálaráðherra til að beita sig fyrir beinum fjárframlögum til sóknaráætlana sem eyrnamerkt yrðu verkefnum á þessu sviði. Ég þekki nokkuð vel til nokkra stofnana með stjórnarsetu minni og samstarfi. Þar eiga það sammerkt að láta umhverfis- og loftslagsmál sem miklu varða. Þannig hefur HMS lagt aukna áherslu á við endurskoðun stefnu sinnar að styðja við sjálfbæra þróun, meðal annars með því að efla rannsóknir, tryggja rekjanleiki mannvirkjagerð, virkja hringrásarhagkerfið og fjölga grænum hvötum. Byggðastofnun og lánasjóður sveitarfélaga hafa boðið svokölluð græn lán um nokkurt skeið. Í gildandi byggðaáætlun fyrir tímabilið 2022-36 eitt lykilviðfangsefni umhverfis- og loftslagsmál og margar aðgerðir í áætlunum lúta þeim málum. Heilt yfir ættum við að geta gengið út frá því að hagsmunir ríkis, sveitarfélaga og atvinnulífs fari saman í þessum mikilvæga málaflokki og allir hljóta að vera meðvitaðir árangur næst aðeins með góðu samstarfi. Sambandið á fulltrúa í stýrihópum gerð landsáætlunar aðlögun sem að fara af stað og í þeirri vinnu þurfum við til dæmis að leggja áherslu á að styrkja innviði okkar til að auka viðnámsþrótt. Góð skref hafa til dæmis verið stigin til að auka raforku og fjarskiptaöryggi en þar eru mikilvæg verkefni sem enn bíða og mörgum finnst án efa ganga allt og hægt að hrinda þeim í framkvæmd. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar boðað að ríkið muni í samráði við sveitarfélög og atvinnulíf setja áfangaskipt losunarmarkmið fyrir hvert geira. Einnig að jákvæðum fjárfestingarhvötum og skilvirkum innviðum verði beitt, samhliða gjaldtöku á losun gróðurhúsalofttegunda. Við skulum vona að þessi markmið náist sem fyrst við hjá sambandinu hlökkum til þessa samstarfs. Í erindum hér á eftir verður farið ítarlega yfir hlutverk sveitarfélaga varðandi aðlögun á loftslagsbreytingum og þær áskoranir sem sveitarfélögin standa frammi fyrir. Ótvírætt að mikið mun reyna á samstarf ríkis, sveitarfélaga og atvinnulífs við úrlausn þeirra áskorana. Við bindum til þess miklar vonir við að skrifstofa loftslagsþjónustu og aðlögunar hjá Veðurstofu Íslands muni veita sveitarfélögum góða ráðgjöf á komandi árum. Það er mér heiður að fá tækifæri til að ávarpa þennan mikilvæga fund. Ég þakka fyrir það og óska þess að ykkur gangi öllum vel hér á fundinum sem og í öllu ykkar starfi til að takast á við þennan miklu áskoranir sem við okkur blasa í loftslagsmálum. Takk fyrir. Kæra þakki Karl fyrir mjög áhugavert erindi og alltaf lærum maður eitthvað nýtt eins og til dæmis að hafa ekki velt fyrir sér að það að efla slökkvilið geti verið góð leið til þess að aðlagast þeim breytingum sem eru orðnar og verða. Nú, næsta dagskrá er Anna Hulda Ólafsdóttir, yfirmaður skrifstofu loftslagsþjónustu og aðlögunar hjá Veðurstofu Íslands. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, háttvirtur ráðherra og aðrir fundargestir, bæði þeir sem eru í streymi og hérna með okkur í salnum. Það er ofsalega gaman að sjá okkur öll hérna í dag. En ég ætla að fara aðeins í stuttu máli yfir áhrif og aðlögun á loftslagsbreytingum á Íslandi. En breytingarnar á hnattrænum meðalhita hvers áratugar samkvæmt fornviðurgögnum eru fordæmarlausar og hlýnunin er meiri nú en í 2000 ár. Og við sjáum líka að fótspor mannsins í þessu samhengi er afar þungt en samkvæmt mælingum
og líkanarreikningum þá sjáum við að breytingarnar í hnattrænum hita, þar sem annars vegar er tekið tillit til losunar þátta frá mönnum ásamt þessum hefðbundnu náttúruþáttum, borið sama við niðurstöðu þar sem einungis er horft á náttúruþættina, eru talsverðar og talsvert meiri. En núverandi losun og loforðum samdrátt mun leiða til hlýnunar á bilinu 2,4 til 3,2 gráður fyrir aldamót. Það er sláandi og ég fæ alltaf smá gæsahúð þegar ég segi þetta. Við erum nú þegar komin í sirka 1 gráðu hækkun, en þær aðgerðir sem gripið hefur verið til í þeim tilgangi að draga úr losun hafa haldið aftur á 10% aukningar. En ef við skoðum breytingarnar á Íslandi þá sjáum við að veður hefur farið hlýnandi allt land á síðustu áratugum og þá sérstaklega á sumarlagi á Vesturlandi. Og ef við horfum svo aðeins fram í tíman með endurreiknaðar sviðsmyndir frá IPCC, þannig að við erum búin að heimfara gögnin frá IPCC yfir á Ísland sérstaklega og hafið í kring, þá búumst við áframhaldandi hlýnun og jafnvel meira að vetri en á sumri. En hlýnun, hún er alls ekki jafndreifð yfir jörðina og í rauninni er það svo að heimskautasvæðin er að hlýna talsvert hraðar og meira en restin af hnettinum. En er það ekki bara hið besta mál að það sé að hlýna á þessum köldustu svæðum frekar heldur en þeim heitustu? Því miður er það ekki raunin. Það er einmitt þessi svæði sem geyma stærsta partin af freðhvolfinu okkar, en freðhvolfið, sem er kannski orð sem við erum ekki vön að heyra svona í daglegu tali, nær yfir það allt það vatn á jörðinni sem er á frosnu formi. Og eins og þið vitið að ef að frosið vatn er yfir 0 gráður í ákveðin tíma, þá er það ekki lengur á sama formi. Og hvað máli skiptir það þó þessi ís sé að bráðna? Ég lét hafa eftir mér í viðtali daginn í tengslu við mjög stóra ráðstefnu sem að Veðurstofan kom að nýverið freðhvolfið sem var í Hörpu, að freðhvolf jarðar væri eins og lífslausilegt líffæri fyrir jörðina og sumt gætu við ekki læknað, heldur bara meðhöndla úr þessu. En hlustandi á þessa ráðstefnu var mikilvægi freðhvolfsins fyrir okkur öll sem búum á jörðinni mjög greinilegt. En ég er ekki viss að átti sig allir á þessu hversu mikilvægt og þessu hvaða áhrif það hefur að bráðnun jökla og hvað það hefur fyrir okkur. Mér finnst oft í umræðinni að hafa verið svolítið svona eins og bráðnun jöklar séu svona early warning signals, ef ég sletti aðeins. Það sem við sjáum, þetta sé að sýna okkur að loftslagsbreytingar sé eiga sér stað. En þetta er svo miklu meira vegna þess að bráðnun freðhvolfsins hefur núna með beinum hætti styrkjandi áhrif á loftslagsbreytingar. Þannig að með bráðnun sífrera þá losnar til dæmis gífurlegt magn af gróðurhúsaefnum upp í andrúmsloftið og flýtir þannig fyrir breytingunum. Þetta er eitt af fjölmörgum svona styrkjandi samböndum sem við höfum í þessu samhengi. Þannig að við erum komin á þann stað núna að aðlögun er nauðsynleg. Og í þessu samhengi, ég byrjaði að tala jökla, þá var Ok fyrsti nafnkunni jökullinn á Íslandi til að verða loftslagsbreytingum að bráð og er talið að á næstu 200 árum munu allir jöklar landsins fara sömu leið. En af hverju duga ekki þessar upplýsingar til þess að við bara tökum sannarlega, sem eru sannarlega grátlegar, að við tökum öll höndum saman og snúum bara algjörlega við blaðinu. Jafnvel þó við séum að horfa upp á hæsta CO2-styrki að minnstakosti 2 milljón ár, hröðustu hækkun sjávarstöðu í minnstakosti 3000 ár, lægstu útbreiðslu hafís norður í Íshafi í minnstakosti 1000 ár og fordæmalausa hópun jökla í minnstakosti 2000 ár. En jafnvel þó, en mín kenning er sú að loftslagsbreytingar eru svolítið óáþreifanlegar í samtímanum og mörg okkar tengja kannski jafn sterkt við þessa bráðnun jökla sem dæmi og áhrifin eru kannski svolítið óljós í daglegu lífi. Og mér datt í huga að minnast aðeins á kvót sem ég sá, þátt sem ég hlustaði á hjá honum Finni Ríkharð. Hann var með áhugaverða hugleiðingu þetta í umhverfisbisli á samfélaginu síðustu viku. Og hann velti því upp hvort það myndi kannski hreyfa aðeins meira við okkur Íslendingum ef að eyjan okkar væri staðsett annars staðar og við værum að sjá fram á það, standa frammi fyrir þeirri ógn að jafnvel hálendið væri komið undir sæ á næstu áratugum. Líkt og sum eyríki þurfa að horfast í augu við að sjórinn hreinlega gleypi landið, sögurna og arfleifð okkar áður en barnabörnin okkar ná háum aldri.
En jafnvel þó við séum ótrúlega heppin á Íslandi með svo margt og það eru mörg lönd sem munu fyrr verða illa fyrir barðinu á loftslagsbreytingum, þá þetta bara alls ekki svo einfalt. Loftslagsbreytingar eru hnattrænt vandamál og vandi í einu landi getur haft áhrif á annað land. Og við erum að sjá sífellt meira af svona keðjuverkandi og samverkandi áhættu sem flæðir bæði milli geira og svæða. Og sem myndin sýnir hérna hvernig staðbundin áhrif og uppskerubrest í einu landi getur haft neikvæð hnattræn áhrif. Við þurfum að viðurkenna þessa áhættu sökum loftslagsbreytinga, en með því að viðurkenna hana þá getum við að sama skapi ýtt undir aðlögun og mótvægisaðgerðir. En til þess að viðurkenna hana þá þurfum við að hafa réttan skilning á stöðunni. Og við hjá Veðurstofunni, við viljum skapa svona forsendur til þess að fólk geti dregið réttan skilning á stöðunni sem við erum í. Veðurstofan sinnir fyrst og fremst þeim þáttum sem snúa það að vísindalega bakgrunn loftslagsbreytinga og svo aðlögun að loftslagsbreytingum. Og þá má segja að við leggjum upp með að brúa svolítið þetta bil á milli vísinda og samfélags og með stofnun skrifstofunar, skrifstofu loftslagsþjónustu aðlögunar, það hafi verið svolítið skert á þessu hlutverki Veðurstofunar. En ásamt því þá Veðurstofan sé formlegur farvegur fyrir viðurkenndar sviðsmyndir áhrif loftslagsbreytinga. Þá sinnum við líka alþjóðlegum hlutverkum á alþjóðlegum vettvangi, svo sem að vera tengiliður við milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna, IPCC, ásamt því að stýra og styðja við þverfaglega vísindanefnd sem ráðherra minntist á í ræðu sinni, sem skipuð af ráðherra loftslagsbreytingar og að sjá útgáfu á reglubundnum skýrslum afleiðingar loftslagsbreytinga. En eins og fram hefur komið líka í ræðu ráðherra þá hefur líka verið sett af stað samráðsvettvangur þekkingarsköpun vegna áhrifa loftslagsbreytinga sem mun hvetja til samræðu áherslur á samstarfi í greiningum á rannsóknarstarfi vegna áhrifa loftslagsbreytinga og á að tryggja betur þessa yfirsýn þekkingarsköp og áhrif loftslagsbreytinga á Íslandi. En skrifstofan starfrækir þennan samráðsvettvang. En nú þegar hefur mikið tjón átt sér stað í samfélögum þrátt fyrir aðlögunaraðgerðir vegna loftslagsbreytinga. Fyrir okkur Íslendinga þá hefur við fengið að kynnast tíðar ofsaveðri á fyrsta ársfjórðungi þessara árs. Það var svolítið eins og það hafi verið rauð viðvörun frá áramótum fram í mars. En hér eru einmitt nokkrar myndir og það var Veðurstofan sló met í febrúar, en það var í sama mánuð og skýrslan frá IPCC aðlögun kom út á útgáfu viðvarana frá því að kappkerfið var tekið upp. En þó að við tengjum ekki svona einstaka atburði beint og viðvaranir við loftslagsbreytingar, þá getum við sagt að þetta er einmitt það sem við spáum fyrir að verði meira af, að bilið milli svona aftakaveðurs verði minna. Og við sjáum hérna nokkur dæmi loftslagsvá á Íslandi til framtíðar, en mér finnst alltaf hálf skrítið að segja að við búist við bæði fleiri þurrkadögum og svo meira úrkomu ákefð. En við getum valdið annars vegar tíðari gróðureldum og svo flóðahættu, eins og fram hefur líka komið. Og við búist einnig við sjávarborðshækkun, rúmmálsminnkun jökla og bráðnun sífrera sem getur svo valdið skriðuföllum, svo ekki sem minnst á súrnun sjávar sem gerist hraðar hérna í kringum Ísland heldur víðs vegar annars staðar og hefur gífurlega áhrif á lífríki hérna í kring. En loftslagsbreytingar eru sannarlega náttúruvá og viðbrögð við þessari nýju vá þarf að skipuleggja líkt og áhættustýringu við annarri náttúruvá. Og við erum komið fram með þessi tímamörk sem hægt er að afstýra hamförum vegna hlýnunar jarðar. Nú þurfum við að bjarga því sem bjargar verður og aðlagast óumflýjanlegum breytingum ásamt því að sjálfsögðu að spyrna við eins mikið og við getum, eins og hægt er. En hvað er þessi aðlögun? Ég held að sé ennþá svolítið misskilningur meðal margra hvað við erum að tala þegar við tölum aðlögun. En aðlögun er í rauninni bara sú vinna, við erum að undirbúa samfélag, fólk, kerfi og náttúru undir áhrif loftslagsbreytinga með það leiðarljósi að lágmarka tjón vegna afleiðinga þeirra. En einnig, og það er kannski ekki gleyma því, að ef það sé þess kostur að nýta þá tækifæri sem þessar breytingar geta haft í för með sér. Og það er afar mikilvægt að við reynum að ná fram samlegar áhrifum milli mótvægisaðgerða og aðlögunaraðgerðar og þær séu ekki að vinna á móti hvort öðru, heldur að vinna saman.
Og við getum svolítið ímyndað okkur aðlögun að loftslagsbreytingu eins og við séum að meðhöndla ólæknandi sjúkdóm ef við fer aftur inn á þá samlíkingu á meðan mótvægisaðgerðir eru að reyna að koma veg fyrir sjúkdóminn. En nú erum við bara komin í þá stöðu að jörðin er orðin veik og við þurfum bæði aðlögun og mótvægisaðgerðir. Aðlögun er nauðsynleg til þess að draga úr tjóni eða skaða og milda áhrifin á stórum skala, til dæmis með því að byggja varnargarða, breyta hönnunarforsendum, breytingar á skipulagi, en aðlögun gerir okkur líka kleift, eins og ég kom inn á, að nýta möguleg jákvæð áhrif breytinga, til dæmis með orkutengdum aðgerðum. Og aðlögun miðar að því að auka seiglu samfélagi í heild sinni. Og í samhengi við aðlögun þá er skipulag algjör lykilbreyta. Við þurfum að fjárfesta í innviðum og gera okkur stakkbúin til að takast á við breyttan heim. Sem dæmi þá þarf að taka tillit til hækkandi sjávarstöðu við skipulag. Í Reykjavík munur á hæð flóðs með 10 ára endurkomutíma og 100 ára endurkomutíma ekki nema 20 cm, en sjávarstöðuhækkun verður mjög líklega meira en það á öldinni. Sem þýðir að sjóvarnir og aðlögun er algjörlega nauðsynleg. Til dæmis við þurfum að setja nýjar viðmiðunarreglur. Einnig ber að hafa í huga að hækkun sjávarborðs mun halda áfram öldum saman, þannig að hnattræn hækkun verður á einhverjum tíma einhverjir metrar að lokum. Það talið enn mikilvægara en áður að þróa samfélag allan heim þannig að þau auki þol sitt gagnvart áhrifum loftslagsbreytinga og styðji þannig við loftslagsþolna þróun. Það eru orð sem við þurfum öll að læra. Og mikilvægt er að átta sig á því að horfur árangur í loftslagsþolinni þróun versna ef ekki verður dregið hratt úr losun gróðurhúsalofttegunda. Og sérstaklega ef horft er til þess möguleika að hlýnun jarðar fari fram yfir 1,5 gráður í nálari framtíð. Og það er einmitt það sem við horfum fram á í mjög nálari framtíð. En til þess að ná þessari loftslagsþolinni þróun þá þurfa aðlögun að áhrifum loftslagsbreytinga að vera þáttur í heildarstefnu samfélaga. Þetta þarf að vera pólitísk samstaða og eftirfylgni þvert á geirana. Það að auki þá þurfum við að fylgjast með og meta aðlögunaraðgerðir og þannig mæla árangur. Ég ætla að slá endapunktin í þetta í dag og undirstrika að ef viðbrögð við loftslagsbreytingum eru vandlega ígrunduð, byggja á upplýstri og samhæfðri ákvarðanatöku, geta þau haft jákvæð áhrif á efnahag og þjóðarhag. Og mikilvægt er að hefjast handa strax þar sem bæði mótvægisaðgerðir og aðlögunaraðgerðir taka tíma. Og það má segja að loftslagsbreytingar séu áskorun okkar tíma. Það þarf að draga úr losun og það þarf að byrja hraðan samdrátt strax og við þurfum á sama skapi að búa okkur undir áhrif með ýmsum skipulagsaðgerðum. Þessi keðjuverkandi áhrif loftslagsbreytingar á ýmsa áhættuþætti eykur við ógnina, til dæmis bara með fæðuöryggi, og í því tilviki þá geta áhrif Íslands orðið mun meiri en bein loftslagsáhrif. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Anna Hulda, og alltaf gaman þegar við erum að horfa fram í tímann og mér langar að því tilefni áður við bjóðum næsta fyrirlesara velkominn. Nú hvarf bendillinn, en hann hlýtur að vera einhvers staðar. Þið sjáu bendillinn hér, ég sé bendillinn ekki á skjánum, hins vegar, hérna er hann, flott. Er ekki einhverjar ömmur og afar hérna inni? Er eitthvað sem eru ömmur og afar? Ok, flott. Einhver sem á 5 ára barnabarn? En yngri jafnvel? Ok, sem sagt, 5 ára barnabörnin ykkar og börnin okkar sumra, þau fóru í leikskólann í morgun vonandi. Hvað verða þið gömul árið 2096? Það er rosa langt okkur til, eða ekki? Samt ekki. Þau verða jafn gömul þá og Joe Biden Bandaríkjaforseti í dag. Yes. Og hann er náttúrulega einn af þeim sem eru núna að taka ákvörðun fyrir framtíð þessara krakka, barnanna okkar. Þannig að mér finnst það oft svolítið svona auðmýkjandi að hugsa svolítið fram í tímann hvað munu börnin okkar endast lengi þegar áhrifin eru almennilega komin fram af því sem við erum að gera. Þannig að ábyrgð okkar er mikil. En næst ætlum við að fá hana Ragnhildi Friðriksdóttur hingað upp til þess að halda erindi sem nefnist Hvað er í húfi fyrir byggðir landsins. Mér langar að
til þess að biðja ykkur að gefa henni sérstaklega gott klapp af því að hún er búin að vera rosa stressuð að skipuleggja þessa ráðstefnu hérna undanfarið og hefur gert það rosalega vel. Bara gjörðu svo vel, Ragnhildur. Gefum henni gott klapp. Góðan daginn, kæri fundarstjóri, ráðherra og gestir. Ég ætla nú alls ekki að fara að taka heiðurinn af því að hafa skipulagt þetta allt saman. Það komu margir að því. Ég heiti Ragnhildur og er sérfræðingur hjá Byggðastofnun og ég ætla að byrja erindið mitt á að spyrja ykkur spurningar, taka ykkur í smá próf. Það var enginn að koma inn upp á sviðið nema ég, en mér langar að þið hugsið svona þá 2 þætti sem ykkur dettur fyrst í hug þegar ég spyr hver verða áhrif loftslagsbreytinga hérna á Íslandi. Gefið ykkur nokkrar sekundur. 2 hluti sem ég ætla að biðja ykkur hugsa um. Ok, svo ætla ég að biðja ykkur að rétta upp hönd. Hverjir hugsuðu bráðnandi jökla? Ok, það eru margir. Hverjir hugsuðu hækkandi yfirborð sjávar? Ok, en hvað með skriðuföll? Ok, ég held að sé svona flestir inni búnir að rétta upp hönd við einhverjum af þessum spurningum. En hver hugsaði mögulega breytingu á útbreiðslusvæði þorsks? Já, ok, vel gert. En hvað með tækifæri í kornrækt? Nú er það að ljúga. En nei, það sem ég vildi benda á í þessu öllu saman, að þegar við hugsum hver mögulega áhrif loftslagsbreytinga á Íslandi, þá hættir okkur til að hugsa hugsa þessi beinu veðurfarslegu áhrif. Og það sem ég langar að gera í þessu erindi mínu, sem ég langar eiginlega frekar að kalla bara hugvekju, er svona til að fá okkur til að hugsa aðeins lengra en þetta. Og ég er með þessa mynd úr Dýrafirði fyrir vestan. Og til að taka svona alla tengingu frá þessum tiltekna firði, það köllum við þetta Mannafjörð. Og í Mannafirði er ýmislegt að gerast. Við erum með eitthvað sem við skulum kalla þetta fiskveiðibát, ég veit þetta er það ekki, við skulum gefa okkur það að þetta sé fiskveiðibátur. Við erum með æðarfugl, svo við skulum gefa okkur það að hérna sé dúntyggja og æðarvarp. Og hérna erum við með fiskeldi, sem er mikilvæg atvinnugrein í Mannafirði. Við erum með eitthvað sem líkir sumarbústað, þannig að við skulum gefa okkur það að hérna sé mikil ferðaþjónusta sem er verið að byggja upp. Og hér er eitthvað sem líkist ræktuðu túni, þannig að við skulum líka gefa okkur það að hér sé mikil sauðfjárrækt eða annars konar landbúnaður. Og að lokum skulum við gefa okkur það að hérna hinum megin, við endan sé stór og tignarlegur jökull, Mannajökull, sem hefur verið að byggjast upp mikil jökla ferðamennska. Eins og þið sjáu að þessar mynd sem virtist svona saklaus í upphafi, þá er þetta samt merki það að það séu mögulega 5 atvinnugreinar í Mannafirði sem að halda uppi þessu samfélagi. Auðvitað einhverjar greinar sem eru mikilvægari fyrir samfélagið en aðrar. Og ég ætla bara að taka dæmi eina atvinnugrein, bara svona til að, fá okkur inn í ákveðin þangagang þegar kemur að aðlögun á loftslagsbreytingum. Og við skulum skoða sjávarútveginn aðeins. Áður en ég fer að tala sjávarútveginn, þá langar mig að við gefum öll hafinu smá klapp á bakið í allir þessar umræðu. Hafið hefur dregið í sig þriðjung þess koldíoxíðs sem við höfum sleitt út í andrúmsloftið frá upphafi iðnbyltingar. Og ekki nóg með það, heldur hefur dregið í sig yfir 90% af þeirri hitastigs sem hefur orðið. Þannig að hafið er gífurlega mikilvægur leikmaður í þessu öllu, en þetta þýðir það eru breytingar farnar að eiga sér stað í hafinu nú þegar út allan heim. Og ef við skoðum svona gróflegan lista yfir þær breytingar sem vænta má í hafinu, þetta er ekki tæmandi listi, en þetta er svona það sem er talað svona breytingar sem ætla má að við förum að verða við. Og á sumum svæðum vissulega eru þessar breytingar þegar farnar að eiga sér stað. Við höfum þegar komið inn á hitastigsaukninguna og breytinguna í sýrustiginu, breytingar í hafstraumum, útbreiðslu tegunda sem þegar farið að gerast fyrir mjög margar tegundir, stofnstærðarbreytingar, breytingar í vaxtarhraða, nýjir sjúkdómar og sníkjudýr, hækkun sjávarstaða sem hefur nú verið mikið í umræðunni undanfarið, það er að segja hækka yfirborð sjávar, og svo náttúrulega bara breytingar á vistkerfunum okkar. Og
og til að útvíkka þessa mynd aðeins, þetta eru þessar niðurstöður sem eru byggðar á verkefni sem að Matís, 4 ára verkefni sem Matís var að vinna að verkefni ásamt fjölmörgum öðrum víða Evrópu sem skoða þessast áhrif loftslagsbreytinga á sjávarútveg og fiskeldi. Hvað erum við að tala um í Evrópu? Þetta eru svona þau áhrif sem voru að tróna á toppnum hvað var áhrif sem við þurfum að hafa hvað mestar áhyggjur af þegar út í sjávarútveginn er farið. Breytingar í tegundasamsetningu aflans, breytingar í útbreiðslu tegunda aftur og aukið flækjustig í kvótaúthlutunum. Það er að segja, þegar við förum að sjá breytingar í útbreiðslu tegunda, þeir færa sig milli landshluta, stofnarnir færa sig milli landshluta, milli lögsagna, þá fara að koma upp í deilur hver á rétt á að veiða fiskinn. Þetta eru þegar farin að sjá bara innan Evrópusambandsins og líka bara hérna í Norðaustur-Atlantshafi. Auðvitað verður ein afleiðingum þessa ástands er bara spenna milli ríkja og þá ofveiði á þessum tegundum, en við getum ekki komið okkur saman um hvernig við eigum að veiða þetta. Og svo náttúrulega bara öryggi sjómanna og skemmdir á innviðum. Og svo bara ætla ég ekki að staldra lengi við þetta, mér langaði bara rétt að nefna þetta svona í framhjáhlaupi. Breytingar í vaxtarhraða, þetta eru áhrif á fiskeldið, möguleg áhrif á fiskeldi og þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að skoða hér líka. Við getum farið að sjá breytingar í vaxtarhraða tegundana, það getur ýmist aukið vaxtarhraðan eða hægt á honum. Breytingar í burðarþoli svæðana og bara hentugleika þeirra svæða sem við teljum núna séu hentug fyrir fiskeldi. Nýja sjúkdómar og sníkjudýr, aukin dánartíðni, gæti verið minni dánartíðni, skemmdir á innviðum, skaðlegir þörungablómar. Já, og svo við höldum áfram að tala um sjávarútveginn og sjávarbyggðirnar hérna hér við land. Nú er náttúrulega margar byggðir sem reiða sig á sjávarútveg. Þetta getur allt komið til með að hafa áhrif á meira en bara greinina sjálfa, efnahag sveitarfélagana og bara á samfélagin sjálf. Eða verða breytingar í aflasamsetningu, auðvitað getur það komið til með að hafa áhrif á tekjurnar okkar, bara á reksturinn. Rekstrarkostnaður og rekstrarumhverfið gæti bara breyst, allt í einu gæti svo staða verið komið upp að við þurfum að sækja lengra út á miðin til að sækja fiskinn. Það verður meiri kostnaður tengdur viðhaldi og svo framvegis. Og þetta náttúrulega kemur svo niður á samfélagunum að einhverju leyti. Breytingar í fjölda starfa, atvinnutækifæri, fjölbreytni atvinnulífsins og svo framvegis. En mér langar samt líka, og mér er svo mikilvægt að því sé haldið á lofti í þessar umræðu, að það eru líka heilmikil mögulega tækifæri sem við getum gripið í þessu. Og það er alveg jafn mikilvægt að við undirbúum okkur undir það að grípa þessi tækifæri eins og að verjast neikvæða áhrifunum. Ég meina kannski getur staðan verið svo að við förum að sjá fram á að einhverju tilfelli verði aflinn verðmætari. En núna er ég bara búin að taka dæmi um eina af þessum 5 atvinnugreinum í Mannafirði. Og það er bara rosalega mikilvægt að við förum núna að hugsa þessi mál út frá ekki síst atvinnugreinunum, okkur áhrifin á atvinnugreinarnar. Við þurfum að fara að átta okkur á því að aðlögun er gífurlega mikilvægur partur í þeirri vinnu sem framundan er til þess að atvinnugreinarnar okkar og innviðirnir okkar verði síður berskjölduð og minna viðkvæm fyrir þeim breytingum sem framundan er. Við þurfum að fara að meta og kortleggja hvar erum við viðkvæmust, hvar eru atvinnugreinarnar okkar viðkvæmastar, hvar erum við berskjölduðust. En það er ekkert augljóst hvernig við hefjum þessa vinnu og ég meina þessi viðburður er bara fyrsta skrefi, eða svo veist, bara gott skref í átt að upphafi á þeirri umræðu hvernig við gerum þetta allt saman. Hún Halla mun á eftir fara yfir nýja stefnu íslenska stjórnvalda í aðlögun og aðgerðaáætlun sem er í mótum þar og mig langar rétt að nefna, ég er flundin þetta þessu, ég ætla bara að tala um að þetta snýst ekki bara atvinnugreinar okkar, það eru allir þessir þættir sem við þurfum að fara að huga að. Við ætlum ekki að fara að nefna þetta allt sérstaklega, en það eru þetta eru bæði tækifæri og þetta eru neikvæð áhrif sem við þurfum að fara að aðlaga okkur að. Og þetta er ekki síður mikilvægt líka ekki endilega til að skoða núverandi atvinnugreinar og innviði, heldur líka til að íhuga framtíðar fjárfestingar, framtíðar uppbyggingu nýrra innviða. Þetta er allt, þessi aðlögunarmál koma við þetta allt saman. Og mér langaði bara að nefna hérna að hún rataði inn í byggðaáætlun nú á vormánuðum ný aðgerð sem við köllum áhrif loftslagsbreytinga úr sveitarfélög.
Ábyrgð ráðuneyti hérna er umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið og framkvæmdir aðilar eru Veðurstofa Íslands, Byggðastofnun og Skipulagsstofnun og svo eru mikilvægir samstarfsaðilar sem koma til með að vera hérna inn í þessari vinnu líka, Samband íslenskra sveitarfélaga til að mynda og bara sveitarfélögin og þessi aðgerð er núna á algjöru grunnstigi í raun og í mótunarstigi en markmiðið með þessari aðgerð er að móta, stíga svona fyrstu skrefin í að móta heildræna nálgun á aðlögun íslenskra sveitarfélaga að áhrifum loftslagsbreytinga. Við erum núna, afurðirnar úr þessari vinnu koma annars vegar til með að vera uppsetning aðlögunaráætlana fyrir þá nokkur sveitarfélög sem munu taka þátt vonandi með okkur í þessu verkefni og svo hins vegar leiðarvísir sem að við sjáum fyrir okkur þá að þá komandi sveitarfélög getur þá vonandi nýtt þennan leiðarvísi til að hefja þessa vinnu hjá sér. Og hugsunin er að það verður svona nokkurs konar tvenns konar leiðarvísir, það verður annars vegar svona þröng nálgun þar sem við erum í rauninni skoða bara einn áhættu þátt og afleiðingar þess og það aðlögunaráætlun út frá honum, kannski ekkert ósvipað og við erum að gera til dæmis fyrir ofanflóðin okkar en samt aðeins öðruvísi nálgun. Og svo erum við með það sem við ætlum að kalla víðanálgun, þá erum bara heildstæðri greining, þá erum við að taka fleiri þætti inn í mengið og erum að skoða atvinnugreinar, innviðina og svo framvegis. Þannig að aðlögunaráætlun sem kemur út slíkri vinnu vissulega umfangsmeiri en hún gefur frekar upplýsingar. Þessi vinna, eins og segja, er algjör á grunnstigi og við bara óskum hér með eftir áhugasömum sveitarfélögum til að taka þátt í þessari vinnu með okkur, eða allavega bara til að fá frekar upplýsingar og Hún langar að hefja þessa vinnu með því að taka 3-4 sveitarfélög víðs vegar landið sem nokkurs konar svona tilviksrannsóknir eða case study. Þannig að hafi endilega samband við mig eða kollega mína í sambandi við þetta ef þið hafi áhuga að vera með í þessu. Að lokum langar mig kannski að nefna eitt sem er kannski alveg svona sérstakt áhugamál eða svona er nálægt hjarta mínu er að sko eins og ég nefndi áðan, það verða tækifæri líka á þessari vegferð og við megum ekki gleyma því. Sum tækifæri verða svona af augljósum toga, nýja nytjategundir, ný tækifæri til kornræktar eða eldis eða slíkt sem er kannski svona, nokkuð augljóst hvernig við getum gripið slíkt tækifæri. En svo verða önnur tækifæri sem verða ekki til nema við búum þau til. Og mér langar bara svona rétt í lokin að hamra á því hversu mikils virði það er fyrir sveitarfélög að koma með aukna menntun umhverfismál, nýsköpun, frumkvöðlastarfsemi inn í skólana á fyrstu stigum. Og bara að kveikja áhuga í unga fólkinu okkar hvernig þau geta nýtt eigið hugvit, eigin hugmyndir og drifkraft til þess að finna lausnir og skapa tækifærin. Ef við búum þannig hnútana að við erum með mannauðinn hjá okkur sem getur tæklað þessi vandamál, þá er stór sigur unnin. Og það kemur líka því að skapa frjóan jarðveg fyrir nýsköpun í byggðum landsins. Já, ég held ég hafi þetta ekki lengri í bili. Takk bara fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta, þessa ljómandi fínu hugvekju og við erum á undan áætlun. Þá veit maður ekki alveg hvað maður á að gera við tímann, sko. En má ekki bara bjóða ykkur þá að standa upp og fá ykkur kaffi eða fara á salernið og svo bara hefjum við aftur leika á settum tíma, bara 15 mínútur yfir, var það ekki 15 mínútur yfir, nú erum við búin að gleyma þessu sjálfur, 20 mínútur yfir, afsakið og gefst þá gott tækifæri til þess að bara spjalla saman og blanda giði, bara heyrumst eftir 20 mínútur. Svona. Já, endilega. Glæsilegt.
ef hann verður ekki búinn að opna þig, þá er fólder, hann heitir Glærur, hann er hérna bakvið. Og þá ertu bara hérna, Lára.
Jæja, hefur ekki fara að hefja leika aftur. Klukkan alveg að vera 20 mínútur yfir. Vonandi fengum við ykkur eitthvað gott kaffi og samloku sem reyndar alla með skinku. Þannig að biðjum vegana hér inni, fólk sem vegana eða grænmetisætur, afsökunar á því. Jæja. Við skulum koma okkur vel fyrir og hefja leika aftur. Glæsilegt. Að gera að sækja sér kaffi og það allt saman. Ég vona að þetta hafi verið lærdómsríkt hingað til og við ætlum að halda því að sjálfsögðu áfram. Þannig að næsta erindi er stefna Íslands í aðlögun og aðgerðaáætlun í mótun, hlutverk sveitarfélaga. Og það er hún Halla Sigrún Sigurðardóttir, skrifstofustjóri skrifstofu loftslagsmála hjá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu sem er næsta dagskrá. Gjörðu svo vel. Hér er bendill og getur svissa að þú vilt nota þetta. Annars nota ég bara hér. Annars bara hann. Eftir að fólki búið að koma sér fyrir. Já. Ég ætla að halda ykkur upp á spjalli þangað til að þau fengið ykkur sæti og allir konur með kaffi og það er heilmikil aðlögun í því. Það var svo skemmtilegt þegar við komum hérna niður í morgun og það stóð bara aðlögun á skjánum niður af því að það er margs konar aðlögun í gangi. En þetta verður einhvern tímann þarf ekki að spyrja hvers konar aðlögun. En jæja, sæl og blessuð. Ég heiti Halla Sigrún Sigurðardóttir og starfa sem skrifstofustjóri á skrifstofu loftslagsmála í umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu. Og það er afskaplega gaman að vera með ykkur hérna í dag því þetta er frábær áfangi í vinnun okkar. Hún hefur kannski ekki verið ofsalega sýnileg öllum hingað til en við erum búin að seglast áfram. En við skulum vinda okkur að efninu. Ég ætla að gefa ykkur í mínu erindi svona mynd af því sem við erum að vinna með. Meðan að Anna Hulda og Ragnhildur eru búin að fara kannski svolítið svona niður, þá er ég meira að gefa ykkur ramman. En hvar stöndum við? Við hófum vinnuna við gerð stefnu aðlögun að loftslagsbreytingum í desember 2020. Og það má segja að þegar við byrjuðum hafi hið venjulega íslenska lag verið á. Við ætlum bara að klára vinnuna hratt og vel. En þegar var farið að kortleggja verkefni betur áttum við okkur á því að snertifleti verkefnisins voru ótrúlega margir. Og það má nefna að í þessari vinnu sem við áttum byrjuðum á í desember 2020 skipaði Samband íslenskra sveitarfélaga sinn fulltrúa, það var hún Eygerður Margrétardóttir. Við héldum vinnunni áfram og sumarið 2021 kom stefnan út, kom hérna hvítbók út inn í samráðsgátt og stefnan svo kom út í september. Við stöldruðum við í vinnunni við ríkisstjórnarskiptin en héldum svo ótröð áfram í vetur. Það má líka nefna það því að Karl nefndi hérna í morgun COVID-tíman en vinnuhópurinn sem vann að stefnunni hittist ekki í mannheimum fyrr en haustið þegar stefnan kom út. Þannig að öll stefnuvinnan fór fram í netheimum sem var alveg áskorun út af fyrir sig. En hófst að því að þetta var ótrúlega áhugavert efni og fólk bara var trútt efninu. Við byggðum vinnuna okkar á efni úr ýmsum áttum en til að mynda hafði loftslagsráð gefið út skýrslu árið 2020 og einnig voru nokkrir geirar byrjaðir á vinnu varðaði aðlögun en aðrir byrjuðu í raun með autt blað. Og svo ég nefni þá var það til dæmis ferðageirinn, þar var mjög lítið til. Í kannski sambandi við vinnuna má líka nefna að Evrópusambandið gaf út sína fyrstu stefnu aðlögun árið 2013 og fyrstu endurskoðun þar lauk 2021 með nýrri útgáfu sem tekur meira mið af þeim áþreifanlegu loftslagsbreytingum sem Evrópubúar eru margir byrjaðir að finna fyrir. Á þessari glæru má sjá meginmarkmið stefnunnar sem kom út þarna fyrir ári síðan í september. Og við höfum heyrt þessi orð fyrr í dag og markmið stefnunnar eru vissulega metnaðarfull en mjög nauðsynleg. Og þetta er mjög mikilvægt þegar við horfum á orðalagið
og þetta er áskorun að aðlögun á að vera hluti af ákvörðunartöku stjórnvalda og innan viðeigandi geira og atvinnugreina, svo greiningar og ákvarðanir taki til loftslagsáhættu og afleiðinga hennar. Þegar við tölum landsáætlun aðlögun að loftslagsbreytingum, þá erum við að vísa til þeirra aðgerðaáætlunar sem nefndir í stjórnarsáttmála sitjandi ríkisstjórnar sem landsáætlunar. En það er orðalagið sem flest lönd nota formlega. Undir slíkri landsáætlun má gera ráð fyrir sértækum aðgerðaáætlunum sem og vísan til aðlögunar aðgerða sem myndu eiga praktíska heimilisvist innan annarra áætlana ríkisins. Þetta í raun þýðir á mannamáli við ætlum ekki að finna upp hjólið þar sem það er hjól fyrir. Þetta við ætlum að nota áfram og þróa. Til að mynda má ímynda sér að aðlögunar hugsunin verði einfaldlega innleidd inn í vinnu við rótgrónar áætlanir sem snúa að innviðum þar sem við á, eins og til dæmis samgönguáætlun. En það geta líka verið vettvangar eða geira þar sem hreinlega verður að búa til nýtt efni frá grunni. Eina aðlögunaraðgerðin sem eins og er til skilgreind í áætlun stjórnvalda er aðlögunin sem Ragnhildur vísaði í hérna áðan, C10, undir byggðaáætlun. Og þessi aðgerð er í takti við stefnu stjórnvalda og sú landsáætlun sem nú er í bígerð myndi því skilgreina aðgerðir á sveitarstjórnarstigi með vísan til hennar. En auðvitað á eftir að ræða þetta allt saman í vinnuhópnum sem að ráðherra var að segja okkur frá hérna í morgun og mörg ekki að vita af. Og nú er unnið að skipun stýrihóps fyrsta fasa vinnunar og þar sitja fulltrúar helstu hópa hagaðila og aftur á sambandið sjálfsögðu sinn fulltrúa. Mjög flott og verður örugglega skemmtileg vinnan framundan. Ef við lítum beint til hvaða áhrif loftslagsbreytingar geta haft á sveitarfélagana, Ef við lítum til sveitarfélagana, hvaða áhrif geta loftslagsbreytingar haft á verkefni þeirra? Og það er nú þannig að í aðlögun er engin til nein ein lausn sem passar öllum áskorunum því það eru svo margar breytur sem þarf að hafa í huga. Og við höfum ýmis dæmi ný verkefni og áskoranir og afleiðingar geta verið mjög misjafnar. Til dæmis, ef við tökum til dæmis Mannafjörð, sem var nefndur hérna áðan, að þá getur landfræðileg staða, stærð, íbúafjöldi og samsetning byggða haft mikil áhrif. Það getur reynt á innviði vegna hækkunar sjávarborðs, skriðufalla, gróðurelda, sem við nefndum líka hérna í morgun, og ofsaveðra. Og svo geta haft afleidd áhrif á orku, vatns og fráveitur, samgöngur, svo eitthvað sé nefnt. Þannig þetta er ofsalega vítt sem þarf að horfa til. En hvað segir stefnan hlutverk sveitarfélaga? Vítt og breitt í stefnunni er komið inn á hlutverk sveitarfélaga og stefnan tekur skýrt fram mikilvægi þeirra. Í einum kafla stefnunar kemur þetta fram. Og ef við horfum á hlutan þarna N1, þar segir almenningur, félagasamtök, stjórnvöld og fyrirtæki hafi skilning á aðlögunarvinnu og taki þátt í henni í samvinnu við sveitarfélög á sínu nærsvæði. Þetta undirstrikar hið miðlæga hlutverk sveitarfélaga í aðlögunarvinnunni. Það er mjög mikilvægt að sveitarfélög eins og aðrir opinberir aðilar taki aðlögun að loftslagsbreytingum inn í ákvarðanatöku sína og áætlanagerð. Það þarf að gera ráð fyrir að hlutirnir breytist og það sem aldrei hefur gerst geti gerst. Það er því mikilvægt að þeir sem taka ákvarðanir og almenningur, við, fólkið, hafi aðgang að vísindalegri þekkingu og þess vegna viljum við byggja skrifstofu aðlögunar og loftslagsþjónustu á Veðurstofunni upp. Þar er nú þegar orðin til þekkingarmiðstöð sem getur leitt fólk saman, verið brú á milli vísinda og samfélags. Skrifstofan er rétt orðin áskömmul og auðvitað erum við öll bara í miklu lærdómsferli. Áhrif loftslagsbreytinga eru gjarnan hugsaðar út frá náttúruvísindum en afleiðingarnar geta haft mikil félagsleg áhrif. Og hvort tveggja speglast, ef svo má segja, inn í starf sveitarfélaga. Það geta orðið áhrif á lýðheilsu, til dæmis aukin frjókorn í andrúmslofti og aukning smitsjúkdóma. Ef breytingar verða á hitastigi sjávar getur fisking breyst
eins og við heyrum hérna áðan. Og þess vegna er mikilvægt að sveitarfélög hafi í huga mögulega aukið hlutverk almannavarna og viðbragðsaðila og einnig hefur verið rætt fjölgun flóttafólks til landsins sem nú þegar er töluverð áskorun eins og við höfum heyrt í fjölmiðlum undanfarið. Ragnhildur talaði líka heilmikið tækifæri þó ég sé kannski hér í neikvæða hlutanum, en það auðvitað hafa það í huga líka. En með þessari glæru sem nú komin upp vil ég ítrykka mikilvægi þekkingar og hve mikil þekking býr í nærsamfélaginu. Og þá er ég að vísa til sveitarfélaganna sem þarf að vinna með og virkja í framkvæmd stefnunar. Og skrifstofa loftslagsþjónustu og aðlögunar á Veðurstofunni hefur mikilvægt hlutverk í þessu samhengi og það verður spennandi að sjá hvernig samráðsvettvangur þekkingarsköpun vegna áhrifa loftslagsbreytinga mun þróast í vetur. Því til að byggja góða sviðsmynd þarf að taka tillit til margra sjónarhorna og fá sem flestar breytur inn í myndina. Og þetta ítrekkar þá þörf að efla þarf og samhæfa enn frekar rannsóknir á áhrifum loftslagsbreytinga. En hvað svo? Hvert er verkið framundan? Á þessari glæru má sjá grófa mynd á okkar leiðarkorti fyrir vinnuna framundan. Það er margt sem þarf að skoða og mikilvægt að eiga í góðu samstarfi. Og við ítrekkum enn, án þess að ætla að skilja sveitarfélögin eftir með alla vinnuna, að ráðuneytið og stofnanir þess munu gera sitt besta til að styðja við þau í vinnunni framundan. Og ég er viss að við getum speglað þessa fullyrðingu yfir á önnur ráðuneyti, því að þetta er sameiginleg samfélagsleg áskorun. Og þá kemur að því sem eflaust brennur á mörgum. Varðandi fjármögnun er auðvitað mörgu ósvarað og það má gera ráð fyrir að þurfa að ræða fjármögnun verkefna, en eins og ég sagði hér áður, munu sum verkefnin falla inn í áætlanir sem nú þegar eru til staðar, til dæmis byggðaáætlun, en mögulega þarf svo að ræða frekari fjármögnun verkefna ef grípa þarf til sértækra aðgerða. Og ég veit að ráðuneytin og margir hér líka hafa fylgst grannt með svokölluðum leiðangri Evrópusambandsins aðlögun. Og þar gætu verið tækifæri til að fjármagna aðgerðir. Og jafnframt eru annars konar styrkir hjá Evrópusambandinu sem hafa verið veittir inn í sértæk verkefni sveitarfélaga. Við þurfum að vinna áfram með þessi atriði og styrkjamálin í mikilli þróun þessa mánuðina. Og kannski bara benda á að í umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu höfum við verið mikið að hugsa og vinna með og tala mikið við sveitarfélögin, þannig að það er hægt að líka kalla til okkar ef einhverju upplýsingar vantar. En kannski sætið komið svolítið inn í rannís, varðandi það. En þetta er mín lokaglæra og að þessu undanförnu segi ég bara takk fyrir áheyrnina og ég hlakka til að taka þátt í vinnuna áfram og það verður spennandi að heyra það sem á eftir kemur og svo fylgjast með starfinu á vettvangnum í framtíðinni. Takk fyrir. Þakkir. Næstur er Ólafur Árnason. Hann er, eða var, undanfarið 2 ár forstöðumaður nýsköpunar og þróunar hjá Skipulagsstofnun og tók núna 1. september við sem settur forstjóri stofnunarinnar og óskum honum til hamingju með það. Hann tók sér líka smá frí frá laxveiði til þess að vera með okkur, þannig að við þökkum honum kærlega fyrir það líka. Það er endilega að segja frá því. Já, er það ekki? Þú varst rosa stoltur af því áðan, sko. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Komið þið sæl. Já, það er satt, ég tók pásu. Keyrði í bæinn. Þegar ég fyrir nokkur síðan var beðinn að halda þetta erindi, þá fyrstulega áttaði mig ekki á því að ég var með veið á sama tíma. Í öðru lagi þá setti ég fram þennan titil sem ég var mjög praktískur með og hefur verið í dagskránni sem var loftslagsbreytingar í samhengi við skipulagsmálið eitthvað slíkt. Ætti kannski að vera öfugt, skipulagsmál í samhengi við loftslagsbreytingar, en mér finnst þessi kannski meira lýsandi og kannski í átt að því sem við erum að horfa til. Byggð og samfélag með viðnámsþrótt. Það gagnvart aðlögunum felur það í sér, ekki satt. Það er margt að ræða og margt sem ættir að fyrir saumina á, en núna og kannski undir svona í anda þessarar yfirskriftar hefjum samtalið
En þá ætla ég að fara í stuttu máli yfir skipulag og skipulagsgerð sem stjórntæki, fyrst með almennum hætti og svo það nánar aðeins með tilliti til aðlögunar og loftslagsbreytinga. Svo langar mig að gefa þá yfirlit aðeins lög skipulagsgerð og stefnu stjórnvalda í skipulagsmálum sem varða málaflokkinn. Og svo svona 3 dæmi að lokum sem að sýna okkur það aðeins hvernig hægt að beita skipulagi sem stjórntæki. Að skipuleggja byggð og nýtingu lands. Skipulag, það felst í að móta og taka ákvarðanir ráðstöfu lands til langs tíma með tilliti til uppbyggingar, nýtingar og verndar. Við erum að vinna fram á við inn í næstu ár eða áratugi. Við erum að samþætta ólík sjónarmið. Við erum með almenna hagsmuni og sjálfbæra þróun til grundvallar við það sem við gerum. Við vinnum í samráði við almenning, aðra hagsmunaaðila og önnur stjórnvöld og við erum með tól og tæki þar sem að strax þegar maður horfir á hluti eins og áhrif að við höfum innan þess, ef að segja, tólasett sem í skipulagsgerð eins og umhverfismat sem að beitt til að leggja mat á ólíka valkosti og áhrif á umhverfi og samfélag. Í skipulagi þá setjum við staðbundnar reglur nýtingu og það fylgir þá í sér staðsetningu og útfærslu mannvirkja og annarra landnýtingar og það getum við þá meðal annars gert vegna aðlögunar að afleiðingum loftslagsbreytinga. Í framhaldi er síðan leyfi til mannvirkjagerðar og innviðauppbygging. Hún byggir þá á og er í samræmi við skipulag. Þetta er svona stutt yfirferð við það hvernig skipulagskerfið okkar er í dag. Ríkið það mótar og setur fram svokallaða landsskipulagsstefnu sem er til leiðbeiningar fyrir og útfærslu í skipulagsgerð sveitarfélagana. Við tekur svo í einhverjum tilvikum svæðisskipulag þar sem 2 eða fleiri sveitarfélög taka sig saman ákveðna stefnumótun en kjarninn í hverju sveitarfélagi er svo aðalskipulag þess. Sett fram til oft 20 ára í senn sem framtíðar sýn og leiðarljós það hvernig haga í landi og ráðstafa því til ýmissa nýtingar og verndar. Þetta er svo að sjálfsögðu útfært nánar í deiliskipulagi fyrir einstaka reiti. En skipulag er eitt mikilvægasta stjórntæki til þess að efla viðnámsþrótt byggðar og samfélagsgagvart afleiðingu loftslagsbreytinga. Með því að beita þessu tæki þá getum við tryggt að ákvarðanir byggð og landnýtingu taki mið af þekktri náttúruvá og umhverfisbreytingum og að við gerum ráðstafanir til þess að bregðast við þessum væntu afleiðingum loftslagsbreytinga og þá til dæmis með því að laga staðsetningu og útfærslu byggðar og nýtingu lands að fyrirséðum atburðum og breytingum, með því að hagnýta græna innviði eins og sjálfbærar blágrænar og ofanlandsnustir við bland við hefðbundnar tæknilegar aðgerðir, meðal annars til þess að mæta aukinni úrkomu ákefð. Nú á síðustu, það er líka þannig með þessar aðgerðir að þær geta haft í för með sér samþættan ávinning. Að samþætta aðlögunaraðgerðir við aðrar áherslur í skipulagsgerð getur náð fram þessum svona margþætta ávinningi sem jafnframt miðar þá til dæmis að varðveislu náttúrulegra svæða og líffræðilegrar fjölbreytni og tryggja vanda og aðlaðandi byggt bæjarumhverfi og bæjarrými. Þannig að þessi mynd sem slík snýr þá að því að við skipulagsgerðina þurfum við að hafa talsvert af upplýsingum sem forsendu fyrir því sem við erum að fara að skipuleggja og skýra reglur og viðmið heimila, viðeigandi mannvirkjagerð og nýtingu. Ég er nú ekki hissa því að kollegi minn Brynja frá Hornafirði gæti deilt með ykkur aðeins dæmum það hvernig við þurfum að halda áfram að skýra þennan ramma þegar kemur að mögulegum atburðum sem geta haft áhrif á ráðstöfun lands til framtíðar. Ef við náum þessu saman þá í skipulagsmálum náum við að setja saman ramma sem það ákvörðun mannvirkjagerð og nýtingu svæða. En hvað segja lög skipulagsgerð með tilliti til aðlögunar? Við horfum á stöðunni í dag. Skipulagslögin, þar eru ítarleg markmiðsákvæði í 1. greininni öryggi landsmanna að leiðarljósi og við stuðli að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og að það skuli marka stefnu landnotkun og byggðaþróun meðal annars út frá náttúruvá. En það er ekki minnst sérstaklega á loftslagsmál eða aðlögun
í þessum lögum frá 2010. Og í skipulagsreglugerðina kveður svona við sama tón. Það eru fyrirmæli hvernig taka eigi tillit til náttúruvár í skipulagi en ekki vikið að loftslagsbreytingum með aðlögun. Í lögum skipulag hafa strandsvæða frá 2018 hins vegar sett sem eitt af markmiðum laganna að skipulag fjarða og flóa taki mið af áhrifum loftslagsbreytinga. Nú, í lögum umhverfismat framkvæmda og áætlana sem eru mjög mikilvæg tæki til stuðnings við skipulagsgerð og ákvarðanir, þar meðal annars sett fram að leggja í mat á næmi framkvæmda eða áætlunar fyrir hættu á náttúruhamförum og þá að leggja mat á áhrif íbúa á heilbrigði manna, efnisleg verðmæti, loftslag og líffræðilega fjölbreytni. Nú í tillögu endurskoðaðrar landsskipulagsstefnu sem sett var fram á vorþingi 2021 en náði ekki fram að ganga, að þar þó efniviður sem hægt að byggja á í vinnunni. Lagt til að löggjöf skipulagsmál og umhverfismat verði aðeins yfirfarin með tilliti til þess sem hér hefur komið fram til að skerpa þessar áherslur. Síðan þá hafa til dæmis ný lög umhverfismat framkvæmda áætlana tekið gildi þar sem þessar áherslur koma fram. En eftir að fara yfir og halda áfram með vinnu við landsskipulagsstefnu og skipulagslögin eru óbreytt. En hvað segir þá stefna stjórnvalda skipulagsgerð með tilliti til aðlögunar? Við erum með stefnu, landsskipulagsstefnu í gildi í dag og þar lögð áhersla á að skipulag sé sveigjanlegt, stuðli að seiglu gagnvart samfélags- og umhverfisbreytingum og öryggi almennings, gagnvart náttúruvá og loftslagsbreytingum. Og við skipulagsgerð sveitarfélaga þá sé tekið tillit til þeirra hættu sem stafar af náttúruvá, svo sem flóðum og tillit sé tekið til loftslagsbreytinga. Ég ætla aðeins að kafa ofan í þær tillögur sem komu fram og settar voru fram sem þingsályktun vorið 2021. Þar svona sett fram aðeins nánari markmiðum hvernig fara eigi þetta og hvernig hægt sé að beita skipulagi sem stjórntæki. Í fyrsta lagi því beint til sveitarfélagana að það sé mörkuð stefna aðlögun byggðar og samfélagslega afleiðingu loftslagsbreytinga og að við nýtum umhverfismat skipulagstillagna til þess að leggja mat á þennan viðnámsþrótt byggðar og samfélags gagnvart afleiðingum loftslagsbreytinga. Við gerð aðalskipulags þá verið greint hvaða áskorun að vænta í viðkomandi sveitarfélagi til langs tíma og í aðalskipulagi og eftir atvikum deiliskipulagi verið tekin afstaða til þess hvaða takmarkanir þekktar afleiðingar loftslagsbreytinga setja uppbyggingu og landnýtingu í sveitarfélaginu og setja þá viðeigandi skipulagsákvæði þar sem það á við. Nú, við skipulagsgerð sveitarfélagina þá þarf að huga að því hvernig nýta má græna innviði til þess að milda og takast á við loftslagsbreytingar í byggð og þá var gert ráð fyrir því að Skipulagsstofnun stæði fyrir gerð leiðbeininga aðlögun loftslagsbreytinga að skipulagsgerð og það samvinnu við hlutaðeigandi aðila. Auk þess liggur fyrir stefna sem farið var yfir hér rétt áðan aðlögun í ljósi loftslagsspár þar sem vikið að hlutverki skipulags við að vinna að aðlögun byggðar og samfélags. Og það endurspeglar þessar framangreindu áherslur sem ég farið hér yfir og voru í tillögu að endurskoðaðrar landsskipulagsstefnu. Þetta með samþætta ávinningin, aðeins að kafa ofan í það mjög stuttlega. Það útgangspunktur í þessari tillögu að í skipulagi séu valdar aðgerðir sem í senn draga úr losun, auka bindingu og auka viðnámsþrótt byggðar. Dæmin þetta til dæmis áhersla á græna innviði sem í senn binda gróðurhúsalofttegundir, styðja við líffræðilega fjölbreytni og bregðast við aukinni úrkomu ákæð. Og að í skipulagi séu valdar aðgerðir sem í senn vinna að árangri í loftslagsmálum og tengjast einnig lýðheilsu og gæði eins byggðaumhverfis. Dæmin þetta hugtak, 20 mínúna hverfið eða bærinn, þar sem áhersla á þétta byggð, nærþjónustu og virka ferðamáta, sem leggja að mörkum þá til kolefnishlutleysis, aðlögunar, umhverfisgæða og hreyfinga daglegu lífi. Þetta hugtak 20 mínúna hverfið til líka sem 15 mínúna hverfið og 20 mínúna hverfið og 20 mínúna bærinn. En í sjálfu sér getum við sagt að það feli í sér þennan sama hlut að við skipulag þá getum við stuðlað að minni losun, við getum tekið aðlögun, en í leiðinni huga líka að fjölbreyttu og lifandi bæjarrými og bætti heilsu og líðan íbúa. Nú hérna alveg í lokin þá langaði mig að taka 3 dæmi. Fyrsta dæmi úr skipulagsgerð í Grundarfirði þar sem nýtt aðalskipulag var staðfest fyrir bæjarfélag 2021
En þar sett fram skýr stefna blágrænar ofanslausnir sem verði innleiddar í þéttbýlinu og það gert með vitund þýðingu þess gagnvart rigningu og asfalthláku og fyrirséð auknu álagi á veitukerfi vegna ofanvatns, en jafnframt með ásetningu meðvitund þennan samþætta ávinning að nýta samtímis til þess að gera Grundarfjörð grænan og heilsuvænan og ákjósanlegandi búsetu. Annað dæmi úr skipulagsgerð í Skerjafirði í Reykjavík. Þar var unnið deiliskipulag og hönnunarleiðbeiningar fyrir nýjan Skerjafjörð, þar sem unnið með blágrænar ofanvatnslausnir og þá í þeim tilgangi að hægja eða tefja rennsli ofanvatns, skapa skilyrði svo það sígi niður í jarðveginn eða gupi upp eftir aðstæðum, en einnig þá að bæta umhverfisgæði með að skapa aðlaðandi og náttúrulegt umhverfi, skapa búsæði fyrir lífverur og styðja við líffræðilega fjölbreytni og að minnka álag á fráveitukerfi. Svo að síðustu, þá dæmi úr skipulagsgerð í Öræfasveit, sveitarfélaginu Hornafirði. Þær tengjast áskorunum fyrir skipulagsgerð vegna loftslagsbreytinga, ekki síst vegna hopunar jökla. Á sama tíma á það sókn í uppbyggingu íbúðar- og atvinnuhúsnæðis víða í sveitarfélaginu, meðal annars neðan við Svínafellsjökul, þar sem þekkt hætta á berghlaupi vegna hopunar jökulsins, en óviss hvernig atburðar að vænta, óviss hvaða reglur gilda mat á hættunni, hvaða stjórnvald skal ákveða viðmið fyrir nýtingu svæðisins og hvernig, og hvaða tíma skal miða við í skipulagsákvörðunum og svo framvegis. Skipulagsvinnan í bið vegna ofangreinds, þar sem verið að fara yfir og skýra þessa þætti. Og að endingu. Skipulag umhverfismat lykil stjórntæki sem hægt að nýta til að vinna farsællega aðlögun byggðar og samfélagsafleiðingum loftslagsbreytinga. Það verk að vinna við að tryggja undirstöðurnar, skýra markmið og fyrirmæli skipulagslögum og skipulagsreglugerð, skýra þess áherslustefna í landsskipulagsstefnu og svo með leiðbeiningum og hvatningu og stuðningi við þá skipulagsyfirvöld í héraði og þeirra ráðgjafa og hönnuði. Það líka að skýra betur hvað ber að leggja til grundvallar skipulagsákvörðunum varðandi mat á hættu, hvaða viðmið ber að leggja til grundvallar uppbyggingu og nýtingu svæða þar sem að tiltekinnar hættu atburðar að vænta. Náum þessu, þá vonast ég til þess að við séum með metnaðarfulla skipulagsgerð þar sem við vinnum afþekkingu með viðeigandi lausnir gagnvart aðlögun sem verði mainstream í okkar bransa. Takk fyrir þetta. Bestu þakkir. Við athygli á því að það enginn sem flytur erindi í dag sem fer fram yfir tímann, sem ákveðin vonbrigði fyrir fundarstjóra. Það alltaf skemmtilegast þegar maður fær að reka einhvern úr af sviðinu. En allavega, þá bara komið að næsta erindi hjá okkur. Það hún Lára Jóhannsdóttir, prófessor í umhverfis- og auðlindafræði við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Mikilvægi kerfisáhættu fyrir stefnumörkun. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, fundarstjóri, ráðherra, góðu gestir. Ég ætlaði að fjalla aðeins þetta hugtak kerfislæga áhættu eða kerfisáhættu. En þetta hugtak kom meðal annars inn í hvítbókina sem kom út í fyrra. En þá fer í gang einhvers konar atburðarás eða vendipunktur sem getur verið stofnanlegur brestur eða efnahagslegt áfall sem veldur slæmri keðju efnahagslegra afleiðinga og stundum nefnd dómínóáhrif. En þetta skiptir máli vegna þess að til dæmis í morgun erum við búin að heyra svona hugtök eins og innan atvinnugreina, hvað skilja eðli og umfangs loftslagsbreytinga, innan atvinnugreina, innan geira, hvernig standa atvinnugreinarnar okkar, en við þurfum líka stundum að horfa á stærri skala heldur en þetta. Og vendupunkturinn getur einnig verið faraldur eða náttúruhamfarir og afleiðingar geta verið alvarlegar, víðtækar, til dæmis efnahagslegar, umhverfislegar, félagslegar og tæknilegar. Við þessu samhengi, ég held að flest okkar skilji þetta hugtak betur í dag heldur en við gerðum áður eftir COVID. Þess að þá erum við farin að sjá miklu betur þessar samtengingar á öllum kerfum og hvernig svona faraldur til dæmis getur haft gríðarleg áhrif og ekki þá bara heilsufarsleg áhrif, heldur miklu víðtækar áhrif heldur en það. Og í þessu samhengi líka verið að ræða oft traustar stofnanir
til dæmis orkufyrirtæki, efnaverksmiðjur, fjármála- og fjarskiptakerfi og að þar eigum við sérstaklega vera að horfa til kerfisáhættu þegar svoleiðis stofnanir er að ræða. Og síðan líka þegar að ræða stórframkvæmdir að þar er komin aukin áhætta á kerfisáhætta undirliggjandi. Og líka er í svona fræðum verið að tala kerfi sem eru of stór til þess að bresta eins og orkukerfi, en samt höfum við séð þessi dæmi svo frá Bandaríkjunum þar sem orkukerfin er að bregðast og annað slíkt. Þannig að ég skoðaði líka aðeins ástæðan fyrir ég hef verið að velta þessu fyrir mér er að ég var með fullbrautarstyrk fyrir fáeinum árum síðan og þá langaði mig að skoða og hann tengdist norðurslóðum kerfisáhættu og þá skoðaði ég meðal annars kerfisáhættu af olíuslysum á hafi úti og vegna skemmtiferðaskipa en það er í rauninni mjög lítið í fræðunum þetta nema það bara út frá fjármálakerfum. Og það sem að til dæmis hér á landi hefur þetta aðalega verið komið upp í sambandi við rannsóknarnefnd Alþingis og þá innistæðutryggingakerfið þar sem þetta hugtak hefur verið dregið fram og til dæmis það að slíkum kerfum sé ekki ætlast að standa kerfishrun heldur fyrst og fremst að takast á við fall einstakra og þá minni og meðalstóra banka. En svo til dæmis í fjölmiðlum var talað kerfislæga áhættu varðandi gjaldþrot sjóvá. Þannig aðalega þegar þetta er verið að ræða þetta, er verið að ræða þetta í sambandi við fjármálakerfi en ekki til dæmis út frá loftslagsbreytingum með annað. En við þurfum í rauninni að vera að horfa á það í þessu samhengi líka. Og svo hefur þetta komið til fram í áhættustefnu og áhættustýringarstefnu eins og hjá lífeyrissjóði bankamanna að þá er verið að draga þetta upp í sambandi við lífeyriskerfin. Það sem ég hef líka fundið er eins og til dæmis í skilgreiningu fjármálastöðugleikaráðs að þá er verið að tala kerfislega mikilvæga eftirlitsskylda aðila sem eru eðlis- og umfangsstarfsemi sinnar vegna sem geta haft neikvæð áhrif á stöðugleika fjármálakerfisins og þá raunhagkerfi ef þau lenda í vandræðum. Og þá er verið að tala tilteknar forsendur eins og stærð, mikilvægi, flækjustig og þess háttar. Það sem að vekur athygli er að þá er fyrst og fremst verið að tala 3 banka í þessu samhengi. Og það sem ég vil benda á í samhengi við loftslagsbreytingar að ef við ætlum að ræða fjármálastöðugleika þar og loftslagsbreytingar þá þarf líka að vera að horfa til vátryggingafélagana. Þau taka höggið geta verið og þá er ég bæði að tala einkarekin vátryggingafélög og líka náttúruhamfaratryggingar. Þannig hér þarf að víkka rauninni út, þetta er svolítið þröng umræða fjármálakerfi í ljósi umræðu loftslagsbreytingar. Það er það sem ég langaði að vekja athygli á. En það sem að COVID hefur kennt okkur er einmitt samtenging og samspil kerfa, stjórnvöld, löggjöf, heilbrigðiskerfi, menntakerfi, atvinnulíf, aðfangakeðjur og líka vistkerfi. Þannig að við þurfum í rauninni eins og segja og þetta dæmi eitt og sér eykur skilning á því hvað við erum að tala þegar við erum að tala svona kerfislega áhættu. Og það sem að dró þessa fréttu upp í rauninni að víti til varnar er þegar verksmiðjan í Helguvík var byggð, skóflustunga 2014, gjaldþrot 2018-19, leið og er í einhverjum hugmyndum fara að ræða það stærsta, mesta, lengsta, hæsta og svo framvegis, þá erum við fara að tala kerfisáhættu. Og þarna var í fréttinu verið að tala stærstu kísilverksmiðju í heimi og þá eiga viðvörunarbjöllurnar að fara að klingja. Og við höfum líka, og ástæðan fyrir ég með þetta dæmi er að því ég hafði verið að skoða með ásamt félaga mínum í Háskóla Íslands, David Cook, kerfislega áhættu tengt bæði olíuslysum á hafi úti og síðan þá skemmtiferðaskipunum og það er ekki svo langt síðan að Norðmenn lentu í gríðarlegum vandræðum með þetta dæmi hér þegar Viking Sky lenti í vandræðum og þá erum við samt að tala land sem hefur mjög sterka innviði. Tala nú ef það er eitthvað sem gerist norðar þar sem innviðir eru veikari. En í þessu tilfelli var að ræða verður svona áhætta sem skapast út af samspili veðurs, tækni og mannlegra mistaka. Og ég ætla býst ekki við að sjá það sem er hérna annað en bara svona þessa mynd, en í rauninni þarna þegar maður er að skoða þetta þá er verið að skoða verstu mögulegu útkomu og það sem við höfum gert í þessum greinum sem við höfum skoðað eða greiningum að þá höfum við verið bara að segja bara skoða hvað hefur verið skrifað til dæmis bara olíuslys á hafi úti eða skemmtiferðaskipin eða hvað annað sem við viljum skoða með þessum gleraugum
Og það sem við sjáum þá, til dæmis eins og olíuslys á hafi úti, þetta ekki bara umhverfisleg áhrif. Það líka alveg gríðarleg félagsleg og menningarleg áhrif sem að koma í ljós. Það líka efnahagsleg áhrif, það eru áhrif kannski á öryggismál eða löggjöfina og líka mögulega það áhrif á ef það einhver sem veldur skaða. Þannig að þetta svona bara til að sýna að það mjög margt sem kemur fram þegar verið að gera svona greiningar. Skalinn í rauninni lítur til dæmis svona út og ástæðan fyrir ég með þarna sjálfsturð þarna í fyrsta efsta bóksinu í rauninni að því við vorum að skoða þetta á norðurslóðum og þar sem eru frumbyggjar og annað slíkt. En skalinn í rauninni einstaklingar og fjölskyldur, fyrirtæki, atvinnugreinar, svo erum við að tala kerfisáhættuna og síðan tilvistarlega áhættu og tilvistarlega áhætta og við getum til dæmis bæði staðsett loftslagsbreytingar og COVID sem kerfisáhættu eða tilvistarlega áhættu vegna þess að ef það hefði ekki verið náð að þróa bóluefni við faraldrinum að þá hefði orðið miklu meira manntjón eða fleiri sem hafa látið lífi, þá erum við farin að tala tilvistarlega áhættu og loftslagsbreytingar falla þarna undir. En skalinn sem við vorum að skoða þarna að gera greiningu á, þessi kerfisáhætta, þegar verður svona hrun á einhver sem verður atvik sem að leiðir af sér svona kerfislæga þætti, að ef við förum að skoða þann skala þá leitir það í ljós að segjum bara olíuslys á hafi úti eða eitthvað slíkt, að þá hefur það líka tilvistarlega áhættu fyrir þá einstaklingan og fjölskyldunar. Þannig að það í rauninni áhrifin verða svo mikil að þau eru ekki bara á þessum skala, heldur líka hafa í rauninni áhrif, það svona í gegnum allt kerfi. Það sem ég vil vekja athygli á líka, og ég sat 8 ár í stjórn Lífeyrissjóðs, þannig ég þekki nú líka þann anga svolítið vel og ég starfaði 14 ár í tryggingageira áður en ég tók UPI og fór inn í akademíuna, að fjárfestar eru nefnilega yfirleitt að skoða aðalega áhættuna varðandi fyrirtæki eða atvinnugreinar. Áhættugreiningin nær ekki hærra það. Þannig ég vil líka vekja athygli á því að við þurfum líka að skoða það sem að gerast innan atvinnugreina á milli þeirra eða á milli annarra kerfa. Nú, hvað svo ásættanleg áhætta, og þetta kemur semst úr þessar hvítbók sem ég kom að vinnu við, að áhættustýring byggir ekki einungis á áhættumati, heldur líka mótun viðmiða ásættanlega áhættu og loftslagsáhrif á byggð, mannvirki, lífríki og slíkt. Hún í eðli sínu huglægt mat á hverjum stað á hverjum tíma og það í rauninni bara hvað telur samfélagið sé ásættanleg áhætta miðað við bara aðstæður sem getur verið félagslegar, efnahagslegar, stjórnmálalegar og svo framvegis. Þannig að þegar upp í staðið þá þetta pólitísk ákvörðun. Hvar ætlum við að láta þessa áhættu liggja og annað slíkt. Það sem og úr hvítbókinni líka komið inn á áhættustýringu í ljósi kerfislægrar áhættu. Þetta veruleg áskorun auðvitað, þetta flókið og ýmsar aðferðir hafa verið notaðar og það var líka nefnd í morgun eins og bara sviðsmyndir. Þær geta hjálpað til við að reyna að horfa á þetta. Áreiðanleg ákvarðanataka sem velur þá kosti sem reynast vel fyrir margar ólíka sviðsmyndir, þar sem sveigjanlegum kostum sem hægt að breyta ef þörf gerist eða hafa minnstakosti ekki í för með sér skaðlegar afleiðingar ef þeir bregðast eða forgangsraðað. Nú, það sem að langar svona bæta við, þetta var í rauninni í lokin þess að ég ætlaði að segja, en ég sá til dæmis myndin var mjög skemmtileg frá Ólafi áðan með grænu byggingarnar og grænu þökin og á sínu tíma var ég að taka viðtöl út í Færeyjum og þá horfði ég, og það var sérst hjá aðila hjá Færeysku vátryggingafélagi og maður horfir út gluggann að þar séu öll grænu þökin og ég sagði, engin áhætta, aukin áhætta að byggja með svona grænu þökum því þá lendur svo áhætta mögulega hjá tryggingafélögunum. Og þá sagði hann, sem ég var svolítið, að því við erum að horfa auðvitað til samspils á skipulagi, hönnun og svo vátrygginga og þá sagði við í Færeyjum byggjum við ekki með flöt græn þök. Takk fyrir mig. Bestu þakkir, Lára. Næst ætlum við að heyra erindi frá Austurlandi, þar sem hún, opnaði þetta hérna.
Já, næst bjóðum við velkomna Tinnu K. Halldórsdóttur, yfirverkefnastjóri hjá Austurbrú sem vinnur að hagsmunamálum íbúa á Austurlandi. Erindi hennar nefnist félagsleg sigla í kjölfar náttúruhamfara. Gjörðu þið svo vel. Ljómandi. Það nú aldeilis gott að við séum á undan áætlun því ég verð örugglega sá fyrsti sem fer yfir tíma. En bara sæl verið ráðherrar og aðrir fundargestir og bara kæra þakkir fyrir vel skipulagðan viðburð og áhugaverð erindi. Það er mörg að hyggja í þessum málum og margar hliðar og mörg sjónarhorn sem þarf að hafa í huga. Ég þakka bara fyrir að fá að kynna hluta af niðurstöðum þessar rannsóknar sem fjallar siglu í kjölfar náttúruhamfara og í henni birtist rödd Seyðfirðinga sem upplifðu bara á eigin skinni náttúruhamfarir sem að líkindum má rekja til loftslagsbreytinga. Í henni má einnig heyra rödd viðbragðsaðila sem koma að því að vinna með afleiðingar þessara hamfara. Og þessi rannsókn hún er styrkt af Byggðarannsóknasjóði og unnin af sérfræðingum og rannsóknar- og greiningarsviði Austurbrúar. En í kynningateksta þessa viðburðar segir að mikilvægt sé að vera undirbúin, að geta varist, geta aðlagast því að loftslagsbreytingar hafi áhrif og afleiðingar á samfélög, á atvinnuvegi, á innviði og á efnahag. Við erum að hefja samtal og við þurfum umræðu og fræðslu á öllum stigum stjórnsýslunnar. Hvað er aðlögun, hvað er mótvægi, hver er áhrifin, hver eru afleiðingar. Og þetta eru að stórum hluta spurningar sem eru félagsfræðilegar, bæði makró og míkró og á mannamáli þýðir það samskipti einstaklinga við stofnanir í samfélaginu og innbyrðis samskipti einstaklingana. Og þetta verkefni fjallar akkurat það. Áttan ekki að skipta. Svona, já. En í desember 2020 þá urðu miklar náttúruhamfarir á Seyðisfirði. Það voru risastórar aurskriður sem bara sópuðu heimilum og fyrirtækjum og haf út. Og einstaklingar mistu heimili sín og vinnustaði. Og í litlu samfélagi sem telur 650 íbúa þá skiptir hver einstaklingur máli og hvert hús skiptir máli. Og við sem byggum á Egilsstöðum þennan dag, við gleymum seint bílalestinni sem að rann yfir Fjarðarheiðina í Egilsstaði þegar Seyðisfjörður var rýmdur og allir íbúarnir voru fluttir á brott. Sjónin var eiginlega súrrealísk og svo stórkostlega óvenjuleg að á tímum símalandi samfélagsmiðla þá eru bara til fáar myndir af þessum viðburði. Það er eins og allir hafa gleymt að mynda, bara gleymt að snappa, Instagrama eða Facebooka því að þetta var eiginlega bara ótrúleg sjón sem var bara að upplifa með augunum en ekki í gegnum snjallforrit og síma. En í kjölfar svona atburða þá verða gjarnan breytingar á samfélögum sem fyrir þeim verða. Við höfum alveg reynsluna af því á Íslandi. Það falla snjóflóð, breyta byggðum. Það verða eldgos, breyta byggðum. Og þess vegna vildum við skoða strax áhrif þessara hamfara sem urðu á Seyðisfirði á samfélagið, verður til alda af brottflutningi, hvernig nær samfélagið eftir jafnvægi og hvað þarf til að styðja við þessa jafnvægisleikni. Og helstu áhyggjuefni á náttúruhamfarasvæðum snúa að skerðingu á gæðum til íbúa, fólksflutningum, efnahagslegu sjokki og þetta eru þættir sem gjarnan er litið til þegar hamfarir eiga sér stað og aðgerðir fara í að minnka skaða á þessum sviðum, þannig að samfélagið haldi áfram að fúnkera. Og þegar talað siglu þá er átt við getu íbúa til að aðlaga sig að breyttum aðstæðum, jafna sig á missi eða skaða sem fylgir og draga úr líkum á langtímaskaða. Og grundvöllur þess að samfélag hafi siglu er að það finni fyrir stuðningi til að halda áfram og það er mjög mikilvægt að þessi stuðningur sé í takt við þarfir íbúanna og sýn þeirra á samfélagið og umhverfið. Og þegar náttúruhamfarir eiga sér stað má styrkja siglu íbúa með því að styðja við þegar samfélagið er að reyna á jafnvægi á ný. Og ef vel tekst til þá verður samfélagið sterkara og betur undirbúið þegar frekari áföll ríða yfir. En ef ekki nægilega vel staðið að stuðningnum þá dregur það úr siglu og áhrif frekari hamfara verða ýktari og meiri skaði hlýst af fyrir samfélagið. Og í rannsókninni sem við framkvæmdum þá eru margir þættir tengdir áhrifum náttúruhamfara samfélags skoðaðir og við erum að reyna að rýna í hvaða atburðir eiga sér stað innan samfélagsins, hver er áhrif á íbúa, heilsufar, lífsgæði, hvernig aðlaga samfélagið eftir áfall, hvaða þættir skipta máli, hvernig birtist seglan og hvernig má styrkja hana og hvernig má styðja við samfélagið.
Og við auðvitað rendum yfir lýðfræðilegu tölurnar fyrir Seyðisfjörð og það hefur verið nokkur fækkun þar síðastliðin 20 árin, undanfarið 5 ár hefur staðið svolítið í stað og bara jafnvel fjölgað. Við tókum viðtöl, djúp viðtöl við 14 íbúa og þetta var mjög fjölbreyttur hópur af fólki. Við ræddum líka við 5 lykilaðila úr röðum viðbragðsaðila sem komu að öllum viðbrögðum í kringum skriðurnar. Svo settum við út spurningalista á alla íbúa Seyðisfjarðar og spurðum samheldni, heilsufar, áfallastreitu og náttúruhamfarir, hverjar þeir teldu líkurnar á frekari hamförum og hvernig á að bregðast við þeim. Við fengum 130 svör sem rúmlega bara fjórðungur íbúa Seyðisfjarðar yfir 18 ára. Konurnar svöruðu auðvitað miklu oftar eða 60%, en það er bara þannig að konur eru miklu samviskusamari við að svara svona spurningalistum að kallar. Þannig að við tökum yfirfærslugildið út frá því. En í viðtölunum þá lýstu þátttakendur samfélaginu á Seyðisfirði mjög fjölbreyttu, samheldnu með sterka samfélagsvitund. Þeir nefndu að samfélagið væri mjög opið og auðvelt að keyra fjölbreyttar og framandi hugmyndir í framkvæmd og fá stuðning frá samfélaginu. Íbúar tala gjarnan ákveðna tvískiptingu, það eru nýbúar, það eru rótgrónir íbúar, en þessi 2 öfl innan samfélagsins virka bara ágætlega saman og eru ekki endilega sammála eða samstíga en þau lifa saman svona í ákveðnum friði. Það voru mjög skiptar skoðanir rýmingarnar. Sumir töluðu að hafa ekki vilja rýma, nenntu ekki standa í þessu, fannst þetta bara óþarfa paranoja og bara þessa daga áður en að stóra skriðan fjall. En viðbragðsaðilar sem komu að rýmingunum þeir líka upplifðu stundum að þeir að tala fólki til og fólk sem þurfti að rýma snemma það var mjög þreytt á ástandinu. En svo voru aðrir sem rýmdu sjálfur á eigin frumkvæði, jafnvel þó að það næði ekki akkurat til þeirra heimilis eða vinnustaðar. Og eftir á þá töluðu viðmælendur óánægju með að hafa verið rýmt meira og það var heppni að ekki fór verr því að rýmingarnar voru ekki nægilega miklar. En viðbragðsaðilarnir töldu rýmingarnar hefðu verið samkvæmt plani og farið hefðu verið í aðgerðir umfram það sem áætlanir sögðu til og það er ekki alveg samhljómur alltaf á milli þess sem íbúar upplifa og þess sem að viðbragðsaðilarnir telja sig hafa gert. Þegar stóra skriðan féll þá skapaðist mikil ringulreið eðlilega og íbúar upplifu mikla samkennsamt og samhugssýn á milli og fengu mikinn stuðning frá utanaðkomandi aðilum bara strax frá upphafi. Og viðbragðsaðilarnir lýstu bara mikil yfirvegun í hópi íbúa og það var mikil ánægja með fyrstu viðbrögð og íbúar Seyðisfjarðar þóttu móttökurnar á Egilsstöðum mjög góðar. En það sem flestum fannst erfitt og óþægilegt voru fyrstu viðbrögðin í fjöldahjálparstöðinni á Seyðisfirði. Þá kom fólk og skráði sig inn. Fyrst var það Rauði krossinn sem skráði, svo kom lögreglan og tók við að skrá alla og þá var gerð krafa á að allir þyrftu að mæta og það mátti ekki skrá fjölskyldumeðlimi nema þeir væru á staðnum. Þetta fannst mörgum mjög óþægilegt og erfitt því að þeir vildu bara halda fjölskyldunni í ró eða bara að skrá sig og fara yfir heiðina og burt. Og svo var náttúrulega COVID í gangi á þessum tíma og sumir voru hræddir við að safnast saman í hóp á þeim tíma. Og það var ákveðin ringulreið sem skapaðist í kringum þetta og fólk var frekar ósátt við ósamræmið sem kom þarna fram í upphafi en þegar var ákveðið að rýma bara allan bæinn þá varð fólk miklu yfirvegaðra og hlutirnir fóru að ganga betur og það gekk almennt vel að útvega fólki í húsnæði en þetta var korter í jól, þetta var 18. desember og það vantaði fólk til að manna fjöldahjálparstöðina og margir íbúar voru bara á hótelum með enga aðstöðu til að elda jólamat eða halda jól og þetta reddaðist þegar forstöðukonurnar í Herðubreið sem er samkomuhúsið á Seyðisfirði bara tóka að sér að sinna fólki, taka á móti elda og bjóða fólki að koma saman. Og þær fengu stuðning frá sveitarfélaginu til að sinna þessu verkefni en þarna voru þær komnar í gríðarlega stórt og mikilvægt hlutverk gagnvart sínu samfélagi og sjálfar í miklu áfalli. Og það voru nokkrir íbúar og viðbragðsaðilar sem nefndu líka kosti og galla þess að nýlega hafði á þessum tíma Seyðisfjörður sameinast Múlaþingi og þá var eiginlega gott að það var hægt að manna hinn ýmsu störf með utanaðkomandi aðilum þannig að íbúarnir á Seyðisfirði þyrftu ekki að stökkva inn í hlutverk viðbragðsaðila á þessum erfiðu tímum og upplifðu ekki mikla hnökra á því, fannst það frekar kostur en hitt.
En í viðtölunum kom fram bara mikil ánægja með hreinsunarstörfin og uppgræðsluna. Fólki þótti mjög vel að hreinsuninni staðið og það var ánægt með hver hratt var hafist handa við hreinsun og uppgræðslu. Þeir nefndu eiginlega að það skipti bara að svo miklu máli að hafa ekki opið sár í fjallinu sem blasti við þeim alla daga og þetta hefði haft bara jákvæð andleg áhrif og sálræn græðandi áhrif á íbúana. Við spurðum tjón og 7% þeirra sem svöruðu sögðu að heimili sitt hefði orðið fyrir tjóni og alltaf 22% sögðu að fasteign þeirra eigaði notkun hafði orðið fyrir tjóni. Og á þessum tíma sem spurningalistin var í loftinu sem var síðasta haust, þá voru ennþá rúmlega 20% sem hefðu ekki fengið neina úrlausn sinna mála varðandi þessi tjón. Og í viðtölunum kom fram að þetta áfall var auðvitað sameiginlegt meðal íbúa og en líka persónubundið og eftirvinnslan mjög ólík hjá hverjum og einum. Og sumir upplifðu sig bara í raunverulegri lífshættu og fóru bara í gegnum mjög flóknar tilfinningar sem fylgja því. Og en leið og það kom í ljós að enginn fórst eða slasaðist, þá róaðist andrúmsloftið mjög hratt en fólk upplifði mikla hræðslu og panikk og vissi ekki alveg hvort það ætti að fara í fjöldahjálparstöðina og sumir upplifðu líka mikla pressu og hörku því að þeim fannst verið að skikka þá til að mæta þangað. Þeir vildu frekar eiginlega bara fara úr bænum strax. Og nokkri viðmælendur ræddu eiginlega fjöllin sem hefði alltaf veitt öryggi, þau brugðust þeim. Þau sögðu bara ég var reiður við fjöllin og öryggiskending hvarf allt í einu þarna. Og það mjög merkilegt að í kjölfar hamfaranna þá nefna allir viðmælendur í viðtölunum að þeir upplifu núna mikinn veðurótta eða óþægindi tengd veðri, sérstaklega rigningu, því að það man eftir þessum tíma sem mjög dimmum og blautum og það var mikill hávaði í veðrinu og svona veður það ýfir upp áfallið og vekur mikil óþægindi og fólk bara horfir ósjálfrátt upp í fjallið og fylgist með. En í spurningalistanum þá kom í ljós að mörgum þótti mjög eða frekar líklegt að aurskriður og ofsaveður myndi eiga sér stað á Seyðisfirði á næstu árum. Fólk býst við því að það komi meira og fólk tala gjarnan það að restinni eftir að koma niður úr fjallinu. Og fólk talar breyttan raunveruleika á Seyðisfirði vegna loftslagsbreytingana sem hafa áhrif á veður og náttúru. Við spurðum áfallastreitu og það kom í ljós að 46% þátttakenda eru með streitu meðalskori. Og það bara mjög hátt hlutfall. Það var engin marktækur munur á milli kynjanna en það var þarna mikill munur eftir búsetu áformum að þeir sem að telja líklegt að þeir muni flytja burtu, þeir eru að skora mun hærra á þessum áfallastreitu mælikvarða. Og það líka áhugavert að þeir sem ekki vissir það hvort þeir ætla að flytja burtu eða ekki, þeir skora líka mjög hátt á þessum skala. Við vorum líka með staðlaðan spurningalista inn í þessum lista okkar varðandi almenna heilsu og líðan og það kom í ljós að bara næstu 60% svarenda að gefa til kynna vanlíðan í daglegu lífi og vanheilsu sem bara þeirra veruleiki og þetta eitthvað sem þarf að gefa alveg sérstakan gaum. Og það ekki hægt að sjá neitt marktækan mun á milli karla og kvenna þar eða einstaklinga með ólíkar aðstæður, hvorki erlendra eða aldursbil. Síðan mældum við samheldni í samfélaginu, eða sense of cohesion, sem bara mjög margreind og þrautreind aðferð til að meta samfélög. Og samheldin samfélög, þau hafa bara miklu stöður í samfélagsgerð heldur en önnur. Það minna brottflutning og það í raun og veru miklu svona eðlilegri mannfjölda píramídi þar að finna. Og það kom í ljós að það mjög há samheldni á Seyðisfirði sem að gefur í raun og veru til kynna að svona samfélagsleg heilsa sé frekar góð. Og við spurðum fólk hvort það ætla að flytja burtu og við eiginlega komumst að nýju hugtaki sem flutningsskömm. Fólk vildi almennt ekki ræða þetta, að hvort það ætlaði að flytja eða ekki. En það var þannig að þeir sem að upplifa mikla samheldni í samfélaginu, þeir telja ólíklegt að þeir muni flytja burtu. En það alltaf fjórðungur sem að hyggur á brottflutning frá Seyðisfirði á næstu 5 til 10 árum.
Og í viðtölunum þá nefndu flestir viðmælendur að þeir bjuggust við að þeir eru miklu meiri brottflutningur og margir óttuðust jafnvel bara að bærinn myndi hálftæmast og það kom flestum á óvart hversu fáir eru farnir og það kom eiginlega bara fram að helsta ástæða brottflutnings var bara húsnæðisskortur, ekki það að fólk vildi fara. En það voru þó nokkrir sem nefndu að líklega myndi verða meiri brottflutningur þegar lengra líður frá atburðunum því að það er ennþá nokkuð margir íbúar á hættusvæðum sem geta ekki selt húsnæðin sín og komast eiginlega bara ekki burt eða kjósa núna. En íbúar í viðtölunum voru bjartsýnir að bæjarfélagið myndi rísa upp úr sem áföllum mun sterkara og það var baráttuhugur í viðmælendum og þeir upplifðu mikinn baráttuhug en þeir sögðu samt að það væri mikil óvissa og það er ákveðin hamlandi þættir sem eru að koma í veg fyrir að jafnvægi komist á ný. Og þá er það helst biðin eftir hættumati en á meðan það liggur ekki fyrir þá er erfitt fyrir íbúa að fara í framkvæmdir eða gera framtíðaráætlanir og fólk upplifir óvissu hvort og hvar verði varið og hvernig þær verði, hvort að byggðin verði færð, varin eða húsin keypt upp. Og margir íbúar búa á hættusvæði og í eignum sem eru verðlausar vegna staðsetningar og fólk er þarna náttúrulega auðvitað með ævisparnað í húsunum sínum sem það fær ekkert fyrir og það á þá bara mjög erfitt með að taka ákvarðanir varðandi framtíð sína. Þannig að íbúum þykir mörgum spurningum en ósvarað og finnst þessi bið mjög erfið og telja að hún hafi hamlandi áhrif á jafnvægisleiknina í samfélaginu. En fólk upplifir aukið öryggi við að mælingarnar hafi verið auknar og það er meiri eftirfylgni með fjallinu og því finnst mjög gott að fá samtal við fagfólk og yfirvöld sem er að fylgjast með þessu ástandi og upplýsingaflæðið er orðið mun betra heldur en það var. Það veitir fólkinu aukið öryggi, það róar taugarnar því að það voru margir sem upplifðu að yfirvöld hefðu brugðist og það var ekki fylgst nógu vel með í undanfaranum að skriðunum og sumir segja að þeir eru ennþá erfitt með að treysta þessum upplýsingum. En það eru mjög skiptar skoðanir á þessum vörnum sem þegar hafa verið útbúnar og margir kallaðir bráðabirgðavarnir. Og íbúar hafa áhyggjur af atvinnulífinu á Seyðisfirði en mikið af atvinnuhúsnæði er á hættusvæði og þeir sem áttu atvinnuhúsnæði á því svæði, hættusvæðin sem var fyrir tjóni, þeir eru í vandræðum með að finna sér annað húsnæði. Því að það má ekki byggja við eða að byggja upp innan hættusvæðina. En það var settur á stað hvatasjóður af stjórnvöldum og þessi hvatasjóður hefur breytt mjög miklu. Hann hefur blásið bara mikilli von í fólk og það eru mjög margar hugmyndir á sveimi meðal íbúa. Það er búið að úthluta nokkrum sinnum úr þessum sjóði og fólk tala bara ákveðin tímamót upphaf þar sem maður þarf að hugsa þetta bara upp á nýtt. Íbúar séu með vindinn í bakið og vilji nota þetta tækifæri. Þó að mörgum spurningum sé ósvarað og stór og smá fyrirtæki sem urðu fyrir tjóni sé ennþá að reyna að klóra sig út úr þessu áfalli og sum fá kannski bara ekkert bætt því að það er þannig að tryggingar og náttúruhamfarasjóður grípur ekki utan með atvinnulífið og atvinnurekendur þurfa eiginlega svolítið að sjá sig sjálfir. Þetta er áhyggjuefni því að ef atvinnutækifærum fækkar þá náttúrulega aukast líkurnar á brottflutningi. Þannig að umræður nýtt atvinnusvæði eru fremur aðkallandi. Og að lokum, það er bara ljóst að áhrifin af aurskriðunum eru gríðarleg fyrir íbúa samfélagið á Seyðisfirði. Þessir atburðir breyttu sýn íbúa á fjöllin og umhverfi sitt en það virðist vera sem lítið hafi verið brottflutning hingað til þó að einhver íbúar hafi dvalið kannski mikið utan Seyðisfjarðar frá því að skriðurnar féllu. Sumir treystar sér í gennin á ákveðin svæði í bænum og það er alveg möguleiki á því að brottflutningar aukist þegar frá líður og hættumati liggur fyrir. En seigla íbúanna, hún birtist að mörgu leyti í bjartsýni þeirra og baráttu hug fyrir bænum því að íbúar hafa lagt ýmislegt á sig, þeir sýna metnað og vilja til uppbyggingar, til dæmis með fjölda umsókna í hvatasjóðinn og það virðist vera sterk samstaða sé mjög styðjandi afl í þessari seiglu og uppbyggingu íbúanna. Og flestir eru bara mjög ánægðir með þennan stuðning sem að komið hefur utanfrá þó að margir setji út á það sem var í undanfaranum á skriðunum og fyrstu viðbrögð.
En fólk óttast það mjög að þessi stuðningur nái ekki nógu langt inn í framtíðina því að það tekur langan tíma að byggja upp eftir svona áfall. Það eru margir sem eru ekki einu sinni búnir að vinna úr sínum áföllum og finnst þeir ekki haft tíma til þess því að þeir eru að vinna í praktískum atriðum. Þannig að stuðningurinn þarf að vera til staðar til langtíma og hann þarf að vera sýnilegur. Það er líka óvissa framtíðarmynd bæjarins. Það þarf að gera breytingar til að tryggja öryggi heimila og öryggi atvinnulífs. Biðin eftir hættumati hefur verið löng og hún er algjör undirstaða þeirra framkvæmda sem þurfa að fara af stað til að skapa stöðugleika og jafnvægi og þeim finnst mjög erfitt að bíða. En með hættumati fá íbúar mikilvæg svör hvort og hvernig má verja byggð og hvort að hús á hættusvæðum verði örugg. Þannig að það er mjög mikilvægt að stuðningur haldi áfram að vera sýnilegur, áþreifanlegur og yfirvöld haldi áfram að hjálpa íbúum að láta hjólin snúast. Loftslagsbreytingarnar gera það að verkum að það þarf að líta á alla náttúruhamfarir og hamfara aðstæður upp á nýtt. Breyttar aðstæður vegna veðurs og breyta forsendum þeirra hætta sem við erum að miða út frá. Það er mjög mikilvægt að fylgjast með þróun mála á Seyðisfirði, líta til þarfa íbúa og hvernig þeim er mætt, seiglu, áfallastreitu, heilsu og líðan og það er mikilvægt að meta þessa þætti, bæði brottflutning og lýðfræðilega eiginleika nokkrum sinnum með reglulegu millibili til að meta langtíma áhrif hamfaranna og rýna betur í viðbrögð og afleiðingar. En það er nokkuð ljóst að stuðningur við samfélag eftir hamfarir þarf að ná yfir alla anga samfélagsins og miða því að styrkja frá grunni og upp úr. Því að sterkur grunnur er forsenda þess að íbúar finni öryggi og samfélagið blómstri. Og þetta á líkindum ekki bara við Seyðisfjörð og það er mjög mikilvægt að samhæfður lærdómur sé dreginn af þessum hamförum. Þannig að það sé hægt að þróa og aðlaga viðbrögð í nærsamfélagi, sveitarstjórnaryfirvalda og stjórnvalda. Kærar þakkir fyrir þetta mjög svo áhrifaríka erindi og þú varst eina manneskja sem mátti fara yfir tímann líka. Þannig að takk fyrir þetta. Er þá ekki bara best að bjóða innviðaráðherra Sigurð Inga Jóhannsson að ávarpa? Já, fundarstjóri og ágætu gestir. Við erum í dag að ræða eina stærstu áskorun samtímans, breytingarnar á loftslagi og aðgerðir sem við þurfum til að mæta þeim. Íslensk stjórnvöld hafa sett sér markmið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda ríflega 1 milljón tonn af koltvísýringi eða CO2 ígildum árið 2030 í samanburði við losunina frá 2005 samkvæmt gildandi aðgerðaráætlun í loftslagsmálum. Með því gera stjórnvöld gott betur en að uppfylla alþjóðlega skuldbindingar sínar 29% samdrátt. Því samanlagt munu aðgerðirnar skila 35% samdrætti á þessu tímabili. Því til viðbótar eru aðgerðir sem hafa verið í mótun taldar geta skila 5–11% samdrætti til viðbótar. Hingað til þá höfum við að mestu beint sjónum okkar að losuninni en nú á þessum fundi kveður við annan tón við eins og aðrar þjóðir heims stöndum nú frammi fyrir þeim veruleika að þurfa að hefjast handa við að undirbúa samfélag okkar undir afleiðingar loftslagsbreytinga. Mikilvægt er þó að halda því til haga að þó svo að tími aðlögunar sé vissulega runnin upp, þá gefur það okkur á engan hátt leyfi til þess að slá slöku við í aðgerðum okkar til samdráttar í losun. Þvert á móti. Því hér er að ræða 2 málaflokka með fjölmarga snertifleti og gífurlega mikilvægt að þeir tali saman bæði hjá ríki og sveitarfélögum og reyndar má segja hjá okkur öllum. Þegar við hugsum helstu áhrif loftslagsbreytinga hér við land, reikar hugur okkar gjarnan að þeim áhrifum sem við heyrum hvað mest og sjáum af í fjölmiðlum. Tinna var auðvitað að fara yfir eitt svona stórkostlegasta dæmið á síðustu árum. En bráðnandi jöklar, hækkun yfirborðs sjávar, breytingar í veðurfari, gróðureldar og skriðuföllin, svo eitthvað sé nefnt. Þó svo slíkir atburðir komi vissulega til með að hafa mikil og alvarleg áhrif á innviði okkar, byggðir og samfélag, þá er alveg ljóst að við þurfum að hugsa lengra en svo. Erindi dagsins hafa mörg hver bent á þörfina á því að skoða áhrif loftslagsbreytinga heildstætt
og út frá öllum þremur víddum sjálfbærni, þar að segja á umhverfi, efnahag en ekki síst á samfélaginu okkar og félagslega þætti. Við þurfum að öðlast dýpri skilning á því hvernig þær breytingar sem vænta má munu snerta okkar helstu atvinnugreinar, byggðirnar okkar, innviðina okkar, skipulagsmálin, fráveitukerfin og eins og Tinna ræddi hér undan mér, fólkið okkar, samfélagið, félagslega þættina og vilja til þess að búa áfram á svæðum sem verða fyrir áföllum. Áhrif loftslagsbreytinga munu leiða af sér fjölmargar áskoranir fyrir Íslands samfélag. Margar þessar áskorana munu miða að því að styrkja innviði okkar og samfélög til þess að gera þau betur í stakk búin til þess að mæta bæði hagfærabreytingum sem og skyndilegum atburðum. Aðrar áskoranir munu miða af því að hámarka getu okkar til þess að grípa þau tækifæri sem gefast, svo sem í ræktun, eldi eða nýtingu nýrra tegunda, sóknarfæri innan nýsköpunar eða útflutning hugvits. En til þess að hámarka getu okkar til þess að aðlagast þeim breytingum sem vænta má, þá er mikilvægt fyrir okkur að vita hverjar slíkar breytingar koma helst til með að vera, hvar þær munu helst snerta okkur og á hvaða hátt. Það er einnig mikilvægt fyrir okkur að skilja hvernig og á hvaða hátt við getum undirbúið jarðveginn sem best til þess að hámarka viðbragðsgetu okkar og færni til þess að grípa tækifærin. Sveitarfélög landsins hafa sýnt það í verki að þau búa yfir miklum vilja til þess að gera vel í loftslagsmálum og hafa þegar ráðist ýmis verkefni sem auka munu viðnámsþrótt þeirra gagnvart áhrifum loftslagsbreytinga. Sem dæmi slíkt má nefna framkvæmdir í fráveitumálum og blágreinum ofanvatnslausnum eins og Ólafur var að fara hérna inn á rétt áðan. Í nýlegri stefnu íslenskra stjórnvalda aðlögun gegn loftslagsbreytingum eru sveitarfélögin þungamiðjan, líkt og fram hefur komið hér í dag, og koma þar skipulagsmál til með að vera eitt stærsta viðfangsefnið. En sveitarfélög landsins reiða sig líka á ólíkar atvinnugreinar og auðlindir, eru byggð upp á mismunandi hátt, eru misstór og búa við fjölbreytt umhverfi landslag sem og veðurfar. Það liggur því í hlutarins eðli að eitt mun ekki gilda alla þegar kemur að áhrifum loftslagsbreytinga og aðferðir til aðlögunar innan sveitarfélaga. Afleiðingarnar munu koma við rekstur, starfsemi og innviði sveitarfélaga og ríkis á mismunandi hátt. Og því er mikilvægt að öll sveitarfélög nálgist þennan málaflokk út frá eigin forsendum, en þó í ríku samstarfi og samráði við önnur sveitarfélög, ríki, stofnanir og aðra sem að málaflokknum koma. Hér að ræða þverfaglegt viðfangsefni og ríkt samráð ráðuneyta, stofnana, sveitarfélaga kemur til með vera algjört lykilatriði í þeirri vinnu sem framundan er. Til að mynda þá munu aðlögunarmál koma á borð til okkar í flestum ef ekki öllum málaflokkum innviðaráðuneytisins, svo sem samgöngumálum, sveitarstjórnarmálum, skipulagsmálum, húsnæðismálum, en ekki síst innan byggðamála. Vinna að aðgerðaráætlun íslenskra stjórnvalda innan aðlögunar að loftslagsbreytingum sérstaklega nefnd í stjórnarsáttmálanum. Umrædd aðgerðaráætlun sem byggð verður á nýlegri stefnu Íslands í aðlögun, sem rædd var hér fyrir í dag, verður mótuð með aðkomu fulltrúa sveitarfélaga og annarra aðila sem að málaflokknum koma. Líkt og framkom í máli Ragnhildar hér frá Byggðastofnun miðar svo ný aðgerðir í byggðaáætlun að því að móta enn frekar heildræna nálgun á aðlögun sveitarfélaga að áhrifum loftslagsbreytinga. Með þessu skrefi og ekki síður með því samtali sem eiga sér stað hér í dag ætlunin að ýta enn frekar undir samtal og samráð gerð aðlögunaráætlana fyrir sveitarfélög landsins með það að markmiði að auðvelda fulltrúum ríkis og sveita að ráðast í slíka vinnu á næstu misserum. Íslendingar hafa í aldanna rás sýnt mikla aðlögunarhæfni. Hér var nefnt bæði snjóflóð og eldgos og sitthvað fleira, erfiðir vetrar. Og við höfum þurft að berjast við óblíð náttúruöflin og hættulegar afleiðingar þeirra allt frá upphafi byggðar og eru ýmsu vön. Við höfum þurft að beita skynsemi, framsýni og útsjónarsemi og tekist með því að aðlaga samfélag okkar, byggðir og atvinnugreinar að síbreytilegu umhverfi íslenskra náttúru. Í mörgum tilfellum hefur okkur einnig tekist að nýta breytingar á umhverfinu okkur í hag
með jákvæðum afleiðingum fyrir hagsæld okkar og samfélög. Tökum sem dæmi þá áskorun sem við stöndum fram í orkuskiptum. Ef við getum losað okkur við allan innflutning á olíu og bensíni og getum farið að framleiða okkar eigin orku fyrir alla bíla, stóra sem smáa, öll tæki, flugvélar, skip, þá það gríðarlega mikið styrkur fyrir fullveldi Íslands og sjálfstæði ókomna tíð. Og jafnvel þá við myndum flytja það út og getum orðið einhvers konar orkuríki eins og ýmsir nágrannar okkar með öfluga innviði ekki langt frá í staðinn. En með slíku hugarfari og með vísindin að vopni og vilja til samstarf í þessum mikilvæga málaflokki er ég sannfærður að okkur muni takast að auka viðnámsþrótt okkar í tíma til þess að aðlagast komandi breytingum, okkur í hag og komandi kynslóðum. Ég þakka fyrir mig, Sævar. Við erum aftur komin akkurat á tíma og næst það pallborðsumræður, en vil ég ekki kannski standa upp og hrista ykkur pínlítið ára við hefjum þær. Búin að sitja í klukkutíma og það alltaf gott að fá blóðið smá hreyfingu. Á meðan, ef ykkur vil fá sér kaffi þá bara endilega fá ykkur aðeins meira kaffi, en á meðan ætla ég að biðja fólk sem að tekur þátt í pallborðinu að koma bara upp, svo kynni ég ykkur bara þegar við hefjum leika eftir svona 3-4 mínútur. Jæja. Sæll Björn. Kom inn. Já, bara tilla ykkur hérna. Já. Það hlýtur að vera. Já, ég veit. Það er lítið deg. Hvernig í Múlfíki? Þess að Ég hef það mjög öll málfæðan bara þetta heyrir með í var. Sæl. Sæl, Brynja. Velkomin. Ég skil. Jú. Við ætlum að reyna það allavega. Já, það er bara bíl sem fylgir. Nei, við reynum að sjálfsögðu að það besta að hafa tíma. Við sýndum það svona. Og þetta aðeins að hefast. Við erum orðið svo ófröð eftir COVID. Það sýndja svona á fundum. Maður gaf aldrei sér fyrir að hölda það á sér COVID. Þetta var á blank skrínu. Yes. Ég var sendur þetta fjárfundabyrjum sem líka að setja. Það var bara mikilvægt og það sko bara fer svo hægt með tími í þessa fjárfundum og eins og þetta er bænum, það er sko 8 tímar að koma sér í bæ og finna stæði og annað, svo það er bara 100 tímar að hægt það er bæ. Það er fyrir bara að vekja á það. Sæl. Velkomin í pallborðið. Við bara væntanlega tökum bara línuna. Þið fengur spurningar þar, ekki? Já. Stýttum bara stóru þar og svo reynum við bara að búið til samstarf. Ekki? Bara frekar afslapað. Þið skal reyna ykkur inn ykkur ekki rosalega mikið. Eða bara ekki neitt.
bara eins og ykkur sýnist, það er ekki þægilegt. Jæja, mér sýnist á að röðin á salerni hafi styst hressilega og flestir séu komin tilbaka, þannig að við skulum bara fara að hefja leika á ný og hefja pallborðsumræðurnar. Hingað er nefnilega komið mjög gott fólk sem ætlar að taka þátt í þeim og vonandi gefst okkur líka eitthvað rúm fyrir mögulega spurningar út í sal, þótt ég ætla ekki að lofa neinu þar. Þannig að ég ætla bara vinsamlegast að biðja ykkur að koma ykkur vel fyrir og hafa það gott. Já. Já, fyrir mig hljóðnema, þannig að þið bara skiptist á. Því að COVID er búið og svona, þá er enginn að pæli því lengur, eða fáir, væntanlega. En allavega, hingað eru komin Sigríður Ingólfsdóttir, bæjarstjóri Fjallabyggðar. Gefum henni gott klapp. Já, Brynja Dögg Ingólfsdóttir, umhverfis- og skipulagsstjóri Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri Múlaþings. Og Ólöf Örvarsdóttir, sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. Verið þið hjartanlega velkomin. Og við ætlum bara að vinda okkur beint í þetta. Við fengum spurningar aðeins svona til að undirbúa okkur og við ætlum bara að ganga á línu og fara í gegn. Við ætlum bara að byrja á þér. Og hvaða breytingur áhrif hafa þegar átt sér stað í sveitarfélaginu sem líklega má tengja við loftslagsbreytingar? Ef einhverjir eru. Er ég svona rangjögur? Ok, þá byrjum við bara hér. Er að byrja mér? Já, allt í lagi. Ég horfði á hana sko, en það er allt í góðu. Við bara byrjum á þér, Björn. Þú bara tekur orðið. Já, það er alltaf saman frekjan hérna. En eins og nú komið inn á áðan, þá urðum við nú fyrir töluvörum hamförum, náttúruhamförum, sem tengja má loftslagsbreytingum, það er að segja Skriðufollinn og Seyðisfirði. Og það er sem alveg ljóst að ef að hefði ekki verið þessi hlýinda tími sem þarna var í desember 2020, þá hefði þessu Skriðuföll ekki orðið. En þau hefðu væntanlega orðið einhvern tímann, það hefði bara verið spurning hvenær. Margir hafa veltið fyrir sér sko hvort að þetta sé í rauninni eitthvað sem að við getum reiknað með áfram og ég held að svo sé eins og hefur bara komið fram í umræðinu hér. Það er alveg ljóst ef maður skoða söguna á þessu svæði að þarna hafa verið tíð skriðuföll með reglubundum hætti í gegnum áratugi og aldir og þannig að það er spurning, ekki spurning, núna þarf í rauninni að taka mark á þessu og bregðast við þessu. Við höfum verið kannski full róleg þar að segja ef skriðan er fallin, þá er hún fallin og þurfum ekki áhyggjur af þessu meir. En það er bara ekki þannig sem við getum nálgast þetta mál og sem betur verið að vinna í rauninni með það í huga að við aðlögumst þessu, bregðumst við þessu og lendum ekki í rauninni áföllum vegna þessa aftur.
Takk. Já, ég kem frá Hornafirði og það er 6.200 ferkílómetra sveitarfélag sem er að stórum hluta hulið af jökli. Og við sjáum breytingar, bara loftslagsbreytingar, beint fyrir framan augun á okkur á hverjum degi. Á síðustu 30 árum þá hefur til dæmis Hofsjökull hörfað ríflega 2 kílómetra. 2 kílómetra og þar fyrir neðan myndast síðan jökullón. Þetta þýðir að það er bara aukin stöðuvatnsmyndun og við erum með óstöðugar hlíðar þar sem að jökullinn hefur hopað og er farinn. Jökullinn síðan af því að hann hopar að þá léttist landið og það rís hraðar heldur en að sjávarstaða hækkar í sveitarfélaginu. Þar af leiðandi breytir það líka vatnafarinu. Jökulár hafa fært sig og þær hafa bara flutt sig hreinlega til og við erum þar af leiðandi komið með land sem að núna er að gróa upp bara mjög hratt og breytir ásýnd landsins þannig. Og af því að landi rís að þá breytir það líka straum og farvegum vatna og það hefur áhrif á setmyndun til dæmis í ósnum hjá okkur. Og þannig að við sjáum til dæmis bara hvernig aðkoman eða innkoman í höfnina og hvað við þurfum að gera til þess að halda höfninu opinni, það er líka breytast. Þannig að ég bara ætla að segja að þetta hefur áhrif á okkar stærstu atvinnuvegi sem eru í dag ferðaþjónustan og sjávarútvegurinn. Kæra þakkir, ráðherra fundarstjóri. Ég vil nú byrja að þakka fyrir bara frábæra ráðstefnu og afar áhugaverð erindi sem hafa verið hérna flutt fyrir í morgun. En jú, loftslagsbreytingar hafa svo sannarlega haft áhrif á Fjallabyggð, en ég er bæjarstjóri þar. Við minnumst til dæmis bara óveður sem átti sér stað í desember 2019 og það var mikið fréttaflutningur af því óveðri, en þá var bæjarfélagið rafmagnslaust og án hita og farsímasambands í 2 sólarhringa. Og þarna þetta skorti á innviði til þess að geta tekið við þessum áföllum og það enda með því að við fengum varðskip á svæðið til þess að geta tengt okkur við rafmagn. Og það er miklu rigningar sem að við höfum upplifað undanfarin ár og núna sérstaklega bara síðustu 3-5 ár, að þær hafa haft í för með sér að við höfum þurft að bæta heilmiklu við í fráveitukerfið hjá okkur og það er búið að bæta við dælum þannig að það sé bara dælt úr fráveitukerfinu. En það er hængur þar á líka að þegar að miklar rigningar eru samfara rafmagnsleysi að þá geta dælurnar stöðvast og það er bara ávísun á flóðin í hús. Við erum líka að sjá umtalsverðar aurskriður eiga sér stað samfara þessum miklu rigningum og við sjáum til dæmis veginn í Almenningum sem er frá Ketilás yfir í Siglufjörð að það eru bara stöðugar litlar spýjur og grjót sem er að falla á veginn þarna. Og hún Lára talaði ásættanlega áhættu í sína erindi og okkur finnst bara þessi vegkafli ekki vera ásættanlega áhætta. Ég horfi sterkt á innviðaráðherra. Þarna þurfum við að gera virkilega bragabót af því að þetta er bara hreinlega tikkandi tímasprengja. Skal ég skjóta inn í, það var í fréttum í gær, það ekki? Jú. Viðtal við formann bæjarráðs, þar sem hann tala hvað Siglufjarðarveg og hvernig hann er að síga. Þetta er sá vegur akkurat sem ég er að tala að þarna er alltaf grjóthrun og hann sígur alveg heilmikið á hverju ári og við bíðum bara eftir að það fallir hreinlega úr honum stór stykki. Það er alltaf verið með einhvern bútasaum á hverju ári þarna til að reyna að stemma stigu við þessu og bæta í. En þetta er bara ekki ásættanleg áhætta að hafa veginn svona til frambúðar og auðvitað viljum við byrgja brunnin áður en að batnið er fallið ofan í og þess að það bara stari á innviðaráðherra að taka þessi skilaboð og við þurfum endilega að ræða þessi mál á næstunni.
Já, Reykjavík auðvitað kannski ekki undir jafn miklu álagi og þeir sem að búið út á landi hvað varðar veðurfar og náttúrufar, en við sjáum auðvitað hjá okkur líka miklu meiri úrkomu, það eru miklu meiri sveiflur í veðri, við erum með vetur sem allt eru orðnir hlýir og ískaldið til skiptis, þannig að öll vetrarþjónusta erfið, miklu fleiri rauðar viðvaranir hér á suðvesturhorninu. Við verðum auðvitað vör við hækkun yfirbúr sjávar en ekki síst af landsí, við erum að glíma við það meðan ykkar land er að hækka. Þannig að þetta eru miklar öfgar, en við sjáum líka meiri sprettu, við þurfum að þjónusta borgarlandi betur og örar, það bara hlutinni vaxa hraðar, það getur verið gott, það getur líka verið aðeins erfitt og þess vegna fyrir inn á það kannski á eftir, þess vegna erum við að reyna að mæta því þá með einhverjum öðrum aðgerðum. Lífríki okkar er fjölbreyttara, það eru minkar og kanínur bara í borgarlandinu sem kannski sáust síður fyrir nokkrum ár síðan. Þannig að þetta við sjáum alveg þessar breytingar og það er aðeins minni, kannski að minni skala heldur en við sjáum út á landi. Fyrir utan auðvitað sjófuglan okkar sem eru búin að vera töluvert í fréttum og eru að leita sér að æti. Ég sá einn mjög hróðugan við Tjörn í gær með læm sem hann ætlaði aldrei að sleppa. Þannig að þeir auðvitað finna fyrir breytingum í lífríki sjávar og geta ekki nært sig og koma þá inn til borgarinnar. Þannig að það eru allir þessi litlu hlutir sem gerast kannski smá saman og þú sérð ekki svona einu bretti eins og Seyðisfirði eða Hornafirði eða annar staðar. En þetta er þarna og þetta er að gera sér framan augun á okkur. Frábært. Hafa áhrif loftslagsbreytinga þegar haft einhver áhrif á rekstur eða ákvarðanir hjá sveitarfélögunum ykkar? Byrjum bara þér aftur. Ég byrja aftur. Já, nú horf ég á þig. Sko, það er alveg ljóst að það hefur haft það. Það eru sem sagt í rauninni skriðuföllin á Seyðisfirði náttúrulega höfðu það áhrif að það var náttúrulega bregðast við. Það var náttúrulega farið út í ákvarðanatöku varðandi skipulag, búsetu og atvinnulíf. Sveitarfélagið náttúrulega reisti til sín ákveðnar eignir, það var ákveðnum svæðum lokað strax og það er bara ekki heimilt að hafa það búsetu og verður ekki. Síðan er náttúrulega unnið að endurskoðun skipulags með það markmiði að horfa á bæði örugt íbúðar og atvinnulífssvæði til lengri tíma. Og til þess svo verði þá er alveg ljóst að við þurfum að fara í mjög hressilega framkvæmdir. Við erum að horfa til þess að fara í töluvert mikla landfyllingu til þess að skapa rými fyrir framtíðar atvinnuuppbyggingu sem er nauðsynleg á þessu svæði. Eins og kom fram hér áðan hjá Tinnu, þá eru ákveðin stór svæði sem atvinnulífið er á í dag, eru bara óörugg og verða það ekki. Þau verða ekkert alveg og verða ekki varin. Við erum hins vegar að sjá fram á að megnið af íbúðarsvæðinu verði varið. En það eru líka framkvæmdir sem sveitarfélagið þarf að ráðast í. Það er eitt að það sé búið að greina þetta, það sé búið að menn sé komin að niðurstöðum hvernig á að vinna þetta, en síðan þarf að fara í þetta. Og það kostar helling, en þetta er eitthvað sem við verðum að fara í. Síðan eru ýmis verkefni sem við erum að vinna í. Við erum að horfa náttúrulega til þess að draga úr kolefnislosun. Þar erum við að horfa til landtenginga allra skemmtiferðaskipa og allra skipa sem koma í hafnir Múlaþings. Þannig að það er stórt verkefni. Og síðan erum við líka að horfa til verkefni sem tengist kolefnisbindingu og minnkun losun gróðurhúsalofttegunda og erum þar í samstarfi við metnaðarfullt fyrirtæki sem heitir Yggdrasil Carbon sem er að vinna þessum verkefnum og sveitarfélagið er að skoða að fara í samstarf þarum með því að nýta hluta landi sveitarfélagsins í slík verkefni. Þetta er svona það sem er í gangi. Já, loftslagsáhrif, það sem við horfum á það út gluggann og þá væntanlega hefum við tekið það inn í myndina þegar við erum að taka ákvarðanir og kannski fyrst og fremst við erum ágætt í og við erum búin að gera þetta okkur stefnu og erum byrjað að móta þess aðgerðir sem að sveitarfélagið vinnur. Síðan erum við ágætt í því að bregðast við þeim hættum og þeim breytingum sem við þegar þekkjum. Eins og að dæla reglulega upp úr höfninni hjá okkur og byggja ekki þar sem við vitum að er hætta á skriðuföllum. Hins vegar held ég að það sem okkur skorti er kannski að því að þetta eru flóknar og mjög viðamiklar breytingar sem að nú þegar eiga sér stað og það spila saman svo mörg
margir ólíki þættir, að það sem að okkur vantar kannski og við höfum ekki tekið nógu mikið tillit til, það hvernig þetta mun hafa áhrif til framtíðar og hvernig við getum stýrt uppbyggingu og rekstri í sveitarfélaginu þannig að þess að takmarka þá áhættu sem við erum að taka. Af því að raunverulega kannski þekkjum við ekki alveg nákvæmlega hvar áhættan liggur og það er vandinn. Hitt sem að mig langar að segja og líka vandi að þessar breytingar þannig að það einmitt að gerast það sem við heldum aldrei geti gerst. Og við stöndum frammi fyrir meðal annars hættu, það sem að fyrir liggur hættumat, nema bara að þessi hætta passar ekki inn í lagaumhverfið okkar. Af því að við erum með lög ofanflóð og við erum með lög vatnsflóð, en við erum með áhættu fyrir ofan Svínafellsjökul, þar sem að ræða ofanflóð, sem að lendir ofan í jökullóni og hættan fyrir fólk og dýr af vatnsflóði. Þannig að við höfum lagt fram spurningar og langar til þess að vita hvaða áhrif það hefur, hvernig áhættan dreifist þá og hvernig við eigum þá að byggja upp og gera ráð fyrir skipulagi á svæðinu, má fólk byggja þar upp. Áhættan líka þannig af þessu stigi, eða á þessu svæði, að hún eykst með tímanum. Það ekki mikil áhætta í dag, en hún eftir 20 ár verður hún talsverð og eftir 50 ár verður hún mjög mikil. Ef hins vegar þess að skriðan fellur, þá fellur öll áhætta niður. Það er mjög óhagkvæmt og það bara mjög ekki gott að fara að byggja upp einhver gríðarleg mannvirki til varnar á þessum vatnsflóðum núna. Og þetta það sem ég til að segja allan okkar vandi, en við erum góð í sumu. Já, sveitarfélagið hefur sett sér aðgerðaráætlun í loftslagsmálum sem að stuðlar að því að lágmarka umhverfisáhrif sveitarfélagsins og sem dæmum þær aðgerðir þá má nafna einmitt rafvæðingu hafna, verndun votlendis og hvatning til landeiganda að auka kolefnisbindingu í gegnum skógrækt. Og þar sem að stór hluti byggðar hjá okkur við sjávarmál, þá hafa verið sett ákvæði lágmarkshæð gólfa og það í rauninni bara bein aðlögun að loftslagsbreytingum, bæði vegna flóða og hækkunar sjávarmáls. Auk aðlögunar aðlögunar loftslagsbreytingum, auk aðlögunar að hækkandi sjávarstöðu, þá tekur aðalskipulag sveitarfélagsins mið af aukinni hættu ofanflóða og landsins. En svo höfum við undanfarin ár líka verið í mjög góðri samvinnu við ofanflóðasjóð varðandi snjóflóðavarnir, bæði á Siglufirði og Ólafsfirði. Og það féll nú snjóflóð einmitt á skíðasvæði á Siglufirði og það nýtt hættumat sem hefur komið fyrir það svæði sem veldur því að við erum núna að flytja í rauninni neðsta hluta skíðasvæðisins og það verið að leggja veg nýjan þar upp og ný bílastæði og á næsta ári þá þarf að færa skíðaskálan. Svo að þetta allt afleiðingar af í rauninni meiri úrkomu ákefð sem að stundum fellur sem rigning og stundum sem snjór og veldur þá snjóflóðahættu. Ólöf, Já, við erum svolítið eins og Hornafjörður, við höfum verið svolítið sterk í að vera með mótvægisaðgerðir og áætla hvað við þurfum að gera til þess að breyta eða draga úr hlýnun jarðar, en kannski verið aðeins svona minna effektív eða minna stefnuföst í aðlögunaraðgerðum. En engu síður erum við þetta með heilan helling, bara eins og í aðalskipulagi, þá erum við að fjalla um yfirborð sjávar og hvar með staðsetja hús og hvað gólfkvótinn þarf að vera í deiliskipulagi. Ólafur sýndi mynd af Skerjó áðan, þar sem við erum að vinna með blágrænar ofanvatnslausnir og við gerum það allstaðar. Förum fram á græn þök í deiliskipulagi og notum það mikið. Við erum sífellt að laga varnargarðan okkar, en núna erum við komið á fjárfestingaráætlun varnargarða við Sæbraut sem eru þá að nálgast kannski með svona úrban aðferðum með að finna hvernig getum við búið til garða sem að líka vera til yndisauka í umhverfinu, sem ég held að sé svona kannski stóra aðgerð stóru aðgerðin sem við þurfum að fara í er í raun og veru að aðlaga líka ekki síst þessar aðgerðir sem við þurfum að fara í að okkar umhverfi og náttúru. Þetta verði ekki einhvern veginn alltaf einhver þyrnir í auga eða eitthvað sem að minnir á einhverja ógn, heldur eitthvað sem verður bara partur af umhverfinu og þá forsenda fyrir öllu. Við erum með skilgreinda líka lágpunta
í Reykjavík hvar þetta er lægst og hvar við þurfum að hafa áhyggjur af bæði ofanvatni og flóðum. Þannig að það er mjög mikið sem liggur fyrir og stefna líffræðilegan fjölbreytileika núna orðin 5 ára, ég man rétt, voru líka með aðgerðaáætlun þar, auk loftslagsstefnu og aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Þannig að við erum með svolítið svona heilan helling, en ég held að það sem að liggja fyrir okkur núna er að gera kannski eins og nágrannar okkar á Norðurlandunum, það er að vera með, við erum með þessar gráu lausnir, grænu lausnir og mildi lausnir, en að vera svolítið búin að ákveða okkur hvernig ætlum við að þróa Reykjavík. Eru það ekki grænu lausnirnar, maður svona langar að trúa því að þær muni duga okkur svolítið lengi, kannski ekki við skriðum eða öðru slíku. Þannig að við erum svona lögð af stað en alls ekki komin nógu langt að mínu viti. Talandi einmitt það, hvað stendur helst í veg fyrir því að sveitarfélögin geti hafið aðlögunarvinnu bara á fullu og hvernig mætti helst styðja við sveitarfélögin? Já, það er alveg ljóst að það sem þarf að fara út í er bara kallar á mikið fjármagn. Og það er kannski bara fyrst og fremst sá þáttur sem að hamlar. Ef ég bara tek þessi verkefni sem við erum að horfa til, þá erum við að fara í drenun lands, við erum að fara í byggingu varnargarða, við erum að fara í landfyllingu. Þetta eru gífurlegu fjármunir, þannig að það er mikilvægt að stjórnvöld geri í rauninni ráð fyrir þessu. Það er þörf fyrir þetta í rauninni út all land. Og það er mjög mikilvægt að sem sagt, bara við þessu verið brugðist, það verði fjármunir til staðar, við munum þurfa að fara í þetta og við getum ekki látt þetta bíða. Það er bara þannig. Við getum ekki farið að byggja upp á svæði sem að síðan bara hverfur eftir smá tíma. Þannig að við þurfum að verja þetta, þannig að við getum byggt bæði hagkvæmt og umhverfisvænt samfélag til framtíðar. Eins og ég sé þetta, þá er þetta kannski tvíþætt. Í fyrsta lagi þá vantar okkur gott yfirlit hvað er líklegt að gerist og hvernig er líklegt að hlutirnir spili saman fyrir okkar sveitarfélag. Okkur vantar svona, að fá bara góða yfirsýn. Það sem ég vantar eiginlega er bara, ég segi bara, þegar ég er að fara í sumarfrí á sumrin að því ég færðist á Íslandi, þá skoða ég mjög mikið veðurspána og vel með stað hvert ég fer út af því hvar veðurspáin segir mig til hvar á að vera sól eða gott veður. Og það er þannig sem að mig vantar að segja spá fyrir loftslagsbreytingar fyrir mitt sveitarfélag. Það er að það sé sett fram hvernig eru líklegt að breytingarnar þróast, hvernig eru líklegt að þær verði áfram og hvar verður gott að vera til framtíðar til þess að við getum sett fyrir okkur stefnu það hvar við ætlum að byggja, hvar við ætlum að hafa ferðamennina og hvar við ætlum ekki að vera. Kannski svona fyrsta lagi og hitt er að eins og ég sagði áðan þá er þetta 6.200 ferkílómetra sveitarfélag ríflega. Við búum þarna 2.500 manns. Áhrifin eða aðgerðirnar, bara áhrif á loftslagsbreytingum eru gríðarleg á öllu svæðinu og þau eru mjög víðdreifð. Við sem sveitarfélag munum ekki hafa kapasitet eða fjármagn til þess að standa að þessu ein. Þannig að sem er augljóst, það eru ríflega 2 ferkílómetrar á hvern einasta íbúa í sveitarfélaginu. Þannig að við höfum ekki kapasitet til að standa þessu ein og við þurfum að standa saman og treysta á stjórnvöld komið að þessu með okkur. Ég tek undir með síðusta ræðumanni og þeim báðum að auðvitað eru þetta alveg ofboðslega dýrar og kostnaðarmiklar aðgerðir sem þarf að fara í. Og það þarf einmitt eins og bara þessi yfirskrift segir að hefja samtalið hvernig ætlum við að stíga næstu skref. Og ég hef fulla trú á að það samtal muni verða gott og það eru allir að vilja gerðir. En það eru mismunandi sviðsmyndir uppi hvaða áhrif þessar loftslagsbreytingar munu hafa. Það er ekki lengur spurning að þær eru þegar farnar að hafa áhrif og við þurfum að vinna faglega, sameiginlega, bæði ríki og sveitarfélag að næstu skrefum. Eins og fram hefur komið að þá eru sveitarfélögin alveg gríðarlega mikilvæg í þessu samtali og sínum aðgerðum af því að þarna eru íbúarnir okkar, þarna eru fyrirtækin og þarna eru stofnanirnar svo að
Þetta þarf allt að virka saman en við þurfum að hefja samtalið og í framhaldi af því markvissar aðgerðir af því að við höfum ekkert lengur tíma til að bíða. Ég held að það sem okkur vantar kannski núna, það ekkert beint sem stendur í vegi fyrir, það kannski bara þessi stefna hvernig ætlum við að gera þetta og að það sem við erum að ákveða í aðlögunaraðgerðum vinni ekki gegn okkar mótvægisaðgerðum eins og ég sagði áðan og við erum búin að vera svo upptekin af þeim. Ef við þurfum fleiri greiningar og aðeins meiri kortlagningu held ég, við erum auðvitað komin af stað í það en eins og sveitarfélag þurfum að hafa þessa yfirsýn sem þú varst að tala bara eins og veðurkortið okkar, hvernig þetta nákvæmlega og hvað þurfum að gera hvað. Og hjá okkur þá held ég líka að við þurfum að setja þetta inn í alla forsendur því að við erum með gríðarlega stóra fjárfestingaáætlun okkur einasta ári, 26 upp í 32 milljarðar bara innan Reykjavíkurborgar og við erum búin að vera með bara skilyrði það þegar við ætlum að byggja stóra byggingar, þær þurfa að vera vottaðar og við erum alltaf að hugsa þetta mótvegi en nú þurfum við bara að setja aðlögunina inn líka strax í upphafi. Hvernig verður þetta og ekki bara næstu 10 árum held ég þetta verður viðvarandi verkefni. Við þurfum alltaf að vera aðlaga okkur á loftslagsbreytingum, við vitum eiginlega ekkert nákvæmlega hvernig þetta þróast hér. Þannig að það allt þetta sem ég er bara mjög mikið að hugsa núna vegna þess að þetta hefur áhrif á mótun höfuðborgarinnar og við viljum gera þetta vel. Samtalið er gríðarlega mikilvægt og við erum alltaf tilbúin til að fá gesti einhvers staðar utan á landi og eiga þetta samtal þó við séum, eins og ég segi, kannski að glíma við aðrar áskoranir og auðvitað mun allt kosta peninga en það er kannski svona aðeins öðru sem fyrir okkur sem erum með fleiri hendur og stærra sveitafélag og kannski ekki hangandi náttúruvá beint yfir höfðina okkur eins og sums staðar annars staðar. En ég held að fyrir mig allavega og fyrir okkur núna þá þurfum við svolítið að skoða nákvæmlega stefnuna og einhvern veginn varða hana bara áfram í þessu nákvæmlega. Kannski bara svona einn spurning að lokum, bara eldsnögt, hvernig sjáu þið fyrir ykkur þessa vinnu, hvernig það kemur til að þróast á næstu árum og áratugum? Bara við loftslagsbreytingarnar, aðlögunina. Já, aðlögunina, fyrst og fremst. Eins og ég segi, ég held að þetta sé bara viðvarandi verkefni, alveg eins og hvernig við erum að vinna að bara breyttum samgönguháttum eða bara komi nýja mótvægisaðgerðir. Ég held að þetta sé bara samfélag innanlands og utanlands, við þurfum að læra af öðrum, ég held að það sé mjög mikilvægt. Ég veit bara og sé hvað Norðurlöndin eru komin lengri en við, þau eru það eiginlega alltaf í krafti stærðar sinnar og nálaða við hvort annað. Þannig að ég held að við séum einhvern veginn að byrja þar bara, við erum ekki að fara að finna upp hjólið hér, ekki frekar en í blágrónu ofanslausnunum bara fyrir nokkrum árum. Það voru allir að klóra sér í hausnum með því hvernig gerum við þetta sem best og engin ein lausn á við allstaðar. Það er líka stóra vandamálið í flestu af þessu því að það eru svo staðbundin áhrif allstaðar. Þannig að ég held að sé þessi kortlagning, greiningar, samstarf innanlands og utan og bara einhvern veginn að vinna saman. Já, að mínu mati þá þurfum við bæði aðlögunaraðgerðir og mótvægisaðgerðir og ég held að við þurfum að stilla saman strengi til þess að geta tekið höndum saman að fara í markvissar aðgerðir og raða þeim dálítið eftir þörfinni, í rauninni forgangsraða þeim aðgerðum sem við verðum að fara í. Við sjáum bara eins og hér í morgun að það eru margir að vinna mjög gott verk en svona smærri sveitafélög, þeim svona hrís hugur við í rauninni þeim kostnaði sem að þessu fylgir, svo að í rauninni þá þurfum við líka að vita hvaða aðstoð við munum fá til að fara í þær aðgerðir sem okkur finnast mjög brýnar. Ég sé fyrir mér að við nýtum okkur skipulag, aðalskipulag sveitafélagana til þess að móta okkur stefnu til framtíðar hvernig við ætlum að bregðast við þessu. Það er þar sem að við getum best sett okkur og það er raunverulega bara kerfi sem að virkar í dag til þess að setja okkur takmörkun hvað við ætlum að gera, takmörk hvað við ætlum að gera og takmörkun á því hvað við getum gert. Og það er það sem ég sé fyrst og fremst fyrir mér. Við þurfum líka bara átt okkur á því að við höfum heldur ekkert allan tíma í heiminum. Miða við að Hoffellsjökull hefur hörfað 2-2,5 kilometra á síðustu 30 árum, þá er bara ekkert rosalega langt þangað til að skriðjöklarnir til dæmis í Hornafirði verða farnir. Og það mun breyta alveg gríðarlega miklu bara líka atvinnustarfsemi og umhverfið í sveitafélaginu. Þannig að við þurfum kannski bara líka að drífa okkur svolítið. Bara byrjum á að gera eitthvað. Já, ég tek nú bara undir það sem hefur komið hér fram og ég
ætla að nota tækifærið og bara fagna í rauninni þessari samkomu hér. Ég er nokkuð, þetta samtal er okkur mjög mikilvægt og það er mikilvægt að við höldum því áfram. Því að ef við ætlum að bregðast við þessu, þá þurfum við að fara að vinna þetta sem eðlilegan hlut inn í okkar skipulagsvinnu. Við erum að vinna, endurskoða aðskipulag sveitarfélaganna og þetta vægi þarf að vera þar. Ég tek undir það sem var bara sagt hér okkur, við bara drífum okkur á stað. Drífum í þessu. Glæsilegt. Þakka ykkur kærlega fyrir þáttökunni í pallborðinu og góð og skýr og góð svör. Greinlega margt að hugsa fyrir innviðaráðherra sem á að fara að laga vegina og viðstofustjóra þetta til að finna út hvar hættan liggur og hvort leikja það betur. Elínu til að gera betri veðurspár. Nei, tjúk. Það sé að fá betra veður. En að lokum þá bara vil ég þakka öllum fyrirlesurum dagsins kærlega fyrir þeirra framlag. Gefum þeim gott klapp. Svo langar mig líka til þess að þakka Magnúsi, Önnu Huldu, Eygerði, Ragnhildi, Vöndu vantilega líka eða ekki. Þið megi alveg standa upp og við ætlum að gefa ykkur gott klapp fyrir að skipuleggja þetta svona vel og innilega sko. Yes. Vona auðvitað að þetta hefji í alvöru samtali og hrindi af stað nauðsynlegum aðgerðum sem kallað er auðvitað eftir. Framöndan er nefnilega fullt af frábærum tækifærum til að gera sveitarfélög og borga enn betri stöðum en þau eru í dag. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Minn ykkur á að í náttúrunni þrífst ekkert að sjálfu sér. Allt er tengt og við leysum ekki vandann um að hugsa heildrænt. Minn ykkur líka á að horfa til himins. Njóta náttúrunnar og læra þykja væntum hana. Vera forvitin og skila jörðinni í góðu ástandi til framtíðarinnar, krakkana okkar sem eru í grunnskólanum núna og leikskólanum þessa stundina og taka við heiminum eftir ekkert svo allt og mörg ár og þurfa að glíma við afleiðingar rúmlega 2 gráðu hlýnunar, jafnvel 3 gráða að við drífum okkur ekki að bregðast við. Takk fyrir okkur í dag. Verið sæl.